og ég ætla að setja hérna mækana núna upp hérna strákarnir að koma sér fyrir og er einhver með eitthvað að drekka fyrir mig? Pepsi Max eða eitthvað? Laufdal, getur þetta Pepsi Max? Getur þú hent okkur live á Instagram? Á Dóttarfútból? Læsaði meistari. Það er fínt af eitthvað að drekka. Mjög flottur í gær. Já, við erum að fara að byrja þetta allt saman. Strákar, náttúrulega Eyja er búin að koma sér fyrir. Eyja er náttúrulega á slæginu, hann mætir aldrei snemma. Hann mætir alltaf bara á slæginu. Ég skil ekki fótboltakúltúrinn í Árbænum. Ég var enda mættur. Bara lenda á spjalli hérna fyrir utan. Hvaða hálfviti var að spjalla við? Já, minn. Mækarinn Sjálfur. Og það getur fest þar. Já. Hvenær byrja bestildin aftur? Herru, er þetta ekki bara... Er ekki risaleikur á þriðjudaginn? Jó, það er stærsti leikurinn þá, en er ekki... Var bikarinn í kvöld? Bikarinn í kvöld. Hvað er svo aftur? Besta deildinni hefst. Herðu, það er bara 14. júni, það er sunnudaginn. Fyrsti leikur. Það er bara sunnudaginn. Það eru 2 leikir þar, það er Keflavík FH og Þór Akureyri IBVF. Já, þú voru með þá, myndum á þetta, af því að maður er svo HM heavy núna, sko, alveg gjössanlega all inn í HM. Já. Þannig að... Herðu, þetta eru stóri leikir hann á sunnudaginn. Já, þetta er alveg, hérna, mikið af stóru dótið þarna. Káa fram. Já. Hvað er Birgis? Hann er mættur. Já, þú rennir. Bara minna fólk á að Good morning, Epic America. Loving that shit. Já, just a regular dude. Mættur á chati. Við erum að byrja til smá stund. Við erum að byrja til Gunnar Birgis. Hann er í sminki. Hann er eini sem mættur þarf að sminka. Og, það er þetta óöryggi. Já, ég er hérna með Arnar Laufdal að taka Fast Media Content. Já, við erum að fá Birgis svona í... Hann lætur alltaf bíða eftir sér. Hann er bara einhver spjall. Er smasspókið hana? Er smassari eða er leyspókið hana nátt? Geðveikt. Hvað? Nei, Henry. Ég var að vonast þetta meistara David Beckham. Djöfull. Jú, það verið næsar með meistara David Beckham hérna maður. En það er reyndar sold out. Það er nóg til að þessum. Herri, hérna... Er þetta smasspóki? Nei, ég held það sé. Það er ekki engi smasspóki núna. Nei, ég þarf að bara að ná í meira smass. Hvað er þetta spenntastur að fara að ræða? Herðu, ég er spenntastur að fara að ræða. Það er bara HM. Super Bowl. Þetta er byrjað. Þetta er allt saman. Allan. Já, þá hug okkar allan. Já. En við erum líka með fókusin hérna heima. Já. Það er bikarinn. Það er internetleikurinn í kvöld. Já. Og hérna. Og svo er besteldin helgina. Er það internetleikur? Nei, Nei. það er á Skaganum. Það er skipaskæðin. Það er skipaskæðin, góði. Strákar, ég hérna forvarda okkur myndum hérna, strákar. Bólis. Ég er að forvarda á mynd hérna bara eitthvað, eina sem ég vil fá út úr þessu. Eru þarna stuðlatir á Epic. Vá, frábær spurning. Og Gianni Infantino og Donald Trump. Brómansið sem við vissum ekki að við þyrftum. Það er rándýrt. Hella brómans í gangi, sko. Loka þessu bara. Hann er í Króata Dominos treyni. Já, HK Það er ótrúlega algengt að successful stuff er með rautt, hvítt og blátt. Bandaríkinn, Bretland, Dominos, alvöru successful stuff. Þetta eru successful litir, HK. Ég sé svona mesta velgengni þarna er Dominos vissulega. Svona alltaf leið mér efast hitt. Ég var að requesta access á það. Á hvað? Hvað er... Þú fær bara mail, þú byrja að accept. Ég á ekki að accepta þig. Sko Birgis er bara okkur spjallið þarna frammi. Það er ekki Birgis inn í hús. Hvar kemur þetta? Hvar get ég búið? Verður ekki einhver... Ég held að gæðin sem bjóta tilverða það samþykja það, eða ekki? Kannski á að vera klár með einhverja myndir af Gianni og hérna 45, 47. Má ég sjá Dokki mynd, strókar? Dokki mynd þarna.
Það væri gott ef við getum líka sett upp Outrights vinnisotsa. Bara þeir að ræða þetta. Hann heitir Gianni. Ég er með verkfræðing og hann held að þetta skrifa Gianni með D. Infantino. Ég segi mér að takk fyrir að koma. Já. Gaman að vera komin. Þetta er boltinn. Er þetta sem við fengum fyrir... Já, fyrir að vinna. Geðveikt. Þú átt að vera með heimaður, það átt allir að fá einn. Já, ok. Ég samd það fyrir okkur. Ég er svo sem gerði nú ekki mikið. Jú. Gerið helling. Og að sjá, sko. Má sjá hvernig við lúkum að þessu YouTube, bara að sjá hvort að chatti sé komið í gang. Þetta er komið í gang. Chatti komið í gang, Já. geðveikt. Ég er með þetta hérna. Klakar og Er konjak. Víkingur hvergi syndur? Jú, hann er syndur. Það er nóg að vera. Hvað er landið fyrir live? Hvað er landið að byrja? Hvað? Chatti er lifandi með. Já. Good morning, Epic America. Lítur Gunni vel út. Hvaða treyjur er að vinna með? 9 Dominos treyjuna. Damina, Þetta er Þessi það. glæsil. Þetta ég elska þessa mynd þarna sem að hann rýfur upp the red card. Why all this aura, man? Það er ekkert meira svalt en þetta er svona að bóa sinn hendur oft í þegar hann hendur í red card. Sí. Siggi Sör byrjaður að... Siggi Sör, yfirleysingi. Kemst Gunni frendi með mér í golfum klukkan 1? Nei, ég er að vinna. Nú byrjuðu, það þurfi einhverju að vinna. Þú veit það er skrítið. Geti ekki allir verið að leika sér. Næja, það er betri tímar. Það er vel. Já. Það er vel, segi ég. Já. Hérna, Laufdal. Já, þú þarna, shit. Er hérna, heldur þessi opin bíllinn minn? Þetta er bíllinn minn sé opin. Tattu lyklana hérna. Getur þú komið kannski með einhverjum hérna, Karlsberg-rútur hérna inn að því ég ætla að tilkynna velunin fyrir hérna samkeppnina. Ertu búin að bara tilkynnt í gær? Nei, ég har ekki tilkynnt í gær, ég ætla að tilkynna hana núna. Já, ok. Já. Og bara takk öllum sem voru að horfa live. Love. One Sjátt love. í YouTube. Já, fyrir að hefja þetta er eitthvað rosalegasta starfslið sem ég hef nokkuð tíma verið með hérna bara. Já. Það er alveg grú. Og eitt af því sem ég elska við Epic að can't er a 4-letter word. Veist, þar segir engin can't. Nei, ég veit. Það er bara vaðið í fokkin hlutinu. Já. Veist, Hlutir eru bara látnir gera. maður hefur verið að berja þetta úr búlustrákunum þetta can't mentality. Veist, bara yes I can er Dóttar fútból mentality sem ég er að reyna að koma í Epic kultúrin. Og það er að takast helvíti. Það gengur vel. Mesti can't maður sem ég þekki á sínum tímum var Albert Ingarsson. Núna er hann búin að læra að segja já, ég get það ef ég vil það. Ég meina ég er farin að mæta sko riðgæður í þetta. Já, og þú fann að mæta þunnur. Já. Get ekki, ég verður að vera áf á sundaginn, ég er að fá mér glas og lögudaginn. Ég er búin að fækka ísnálónum. Fuck that shit. Er það ok? Já, fjárfesti dokkarinn í þessu HM-boltasátti. Nei, ég hafði bara gefna á þessu. Það var rándýrt. Já, sama hér. Allir Er boltamanninn. dokk að kenna þjóðmálum um smakskort? Já, þetta er pottið þjóðmálum að kenna. Þeir hafa alveg gaman að ég þetta. Það er alveg góð pæling. Það er eitt sem ætlar í boltamannin eftir vinnu að kaupa háantreyju. Já. Hvaða treyju á ég að kaupa? Sko, ég fór í boltamannin í gær. Það er endalust magn. Ég myndi taka Saudi. Hvíta Sáti. Saudi. Mér fannst hollenska Já, hún er góð. Hún er Hollenska, flott. bæði hérna, vara og aðaltreyjan. Já, hún var mjög nálægt í að fara í lokadæmi hjá mér. Já. Ég er bara klassísk. Það er brassin. Það er bratsinn. Já. Það er bratsirinn. Það er brassirinn. Sko, sá ég rétt, er bláa treyjan þeirra mert Jordan Já, og aðaltreyjan Nike? já. Já, ok. Það er bara rétt hjá þér. Já. Þú sást þetta rétt. Af hverju það? Veistu af hverju það er? Nei, Nei. bara ekki hugmynd. Nei. Það er svo mikið í gangi, strókar. Wow,
I Can't með 50 Cent, er það nýja þýmsungið? Er þetta að setja það í ganga? Já, hvernig I var það? can't go down, it can't be down. Champagne bottle, I'm gonna take it to the top. Show I'm gonna make it hot, baby. If I can't. Ég alltaf með Já, ég er náttúrulega með, ég er svona old school rappari, sko. Já. Það er ekki þetta lag. Þarna? Já. Já. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. To the show, baby. Já, hættum við sér gang. Herru, Gunni, hvenær fáum við þig í loftið? Hvenær er fyrstileikurinn með Gunnar Byrgis? Í nótt. Bandaríki. Bandaríki Paraguay. Vá. Og Þetta vaka. ég fæ setningaratunum líka. Þetta skilur kallum. Já, takk. Hún verður eftirminnileg. Já, Hún er það eitthvað stór nöfn á setningaratunum? Future. Já, Future. Katy Perry. með Game Time. Já, En verður lagið læru líka? Já. Ég er bara að horfa. Nei. Ég veit ekki það, ég er bara að horfa. Þú ert á rúf, aðalrúf. Þú ert ekki á neinu enga bér hér, út á aðliðinu. Það er beint í aðliðinu. Ég segi alltaf, er ekki einhvern veginn allar stöðar aðliði. Þú ert bara nýji Gísli Martin, þú vinnur ekki rúf 2. Þú ert að verða nýji Gísli Martin. G-Unit. Erum við klárir? Woo! Tjóð þetta gott lag, maður. Go down, it can't be done. Hvernig stendur á að ég er búin að lækja öllu og samt er tónlistin í gangi? What? Ég er búin að setja allt niður. Var tónlistu kannski ekkert í... Það var rosaðið. Svo? Ég veit ekkert á hverju það var. Þetta var bara geðut. Þetta var bara fínt, sko. Það heyra hvort það... Geðveikt. GB hvítur ferðir vel. Já, hann fer alveg. Ég er sammála. Þannig er ég sammála þeim sem að margir að veltaði fyrir sig að hverju ekki meistari David Beckham á þessum leysbókum. Við miður. Sold out. Jálfurinn? Sold out. Bad news for you motherfuckers. Sold out. Það sem betur verið ég með 200 póka heima og ídífu til að mattsa. Ertu í þessum eða ertu í paprikunni eða? Bara í meistara David Beckham. Ég veit ekki hvað bræðir það. Ég veit það bara. Tek bara Beckham-pókan. Svo kemur þið ljós. Tekur Kai Havertz gullskóin í ár. Ég var að spá því. Þannig að... Mér fannst það góð spá þegar þú sagði það, sko. Kemur ferskurinn. Ég bara hugsaði með mér út að ég hef trú á þessum vítum. Ég held að verði alltaf, ég held að þeir fáið alltaf vítum. Og hann er á pens þarna. Já. Ekki nema eitthvað vitleys að skora einu víti og svo mætir einhver annar að taka annað víti. Þú er ekki eitthvað svo leys. Ég vil bara sami gæinn, tekur vítin. Það er eitthvað sannalegt. Magdægin. Djöfull lítur Gunni vel út í dag, segir einn. Já. Takk fyrir það. Það er kannski að því að við erum í svona umdeldu búningum innan hliðina. Þetta er Dominos. Við veist eitthvað glæsilegir. Þetta er geðut. Ég bara lofaði Vitta að ég myndi mæti í þessu morgun. Þetta er geðut. Þetta er algjörlega trillt. Fór í boltamanninn og fekk faðumlag. Strá, ég sé bara sko tjatti, ég sé ekki neitt annað. Já, ef að hafa það þannig. Nei. Já. Ég var líka til að sjá okkur sjálfa, bara svona að vita hvernig við sirka lítum út. Það er hérna niðri. Já, hérna, já. Ok, það er það. Er þetta inn á? Nei, bara ég held að við séum frá. Ég skil bara ekki á hverju allt sound koma inn á þessi þegar ég er með alla sleða niðri. En það er samt bara geðveikt. Já. Hann er ekki að sleða þannig séð. Nei. Hann er hérna... Það er bara cool, ég fíla þetta. Hann er það sem hérna. Já, bara let's go. Það er mjúta, það bara
Nei, alls ekki mjútan. Spilaði þú bara í svona sokka? Að sjá. Nei, ekki svokka skókall. Kanntu snirtilega frá þessu, þannig að ég ná að hafa þetta. Já. Sjá. Magnusson Sheard. Ok. Það alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi á mér. Ekkert fegur en vorkvöld á Sauðárkrók. Sjá. Ok. Það þarf að vera með eitthvað skúp. Erum við ennþá live á... Já, við erum live, já. Herru, við ætlum að fara að enda okkur í gang. Ekki bara allt klárt? Geðveikt. Þarf að fá... 1, 2. Þannig að byrjum þetta. Já, byrjum þetta. Góðan daginn. Epic America og þetta er fyrsti þátturinn í mynd. Við ætlum að reyna að vera hérna alla virka daga klukkan 10. Við erum aðeins setna á ferðinni því við vorum aðeins að setja þetta upp. Gunnar Bryggjesson og Albert Ingarsson með mér. Velkonni báðu tveir. Takk fyrir. Takk. Það komu svona 7000 hugmyndir að nýju nafni fyrir stúdíóið og ég valdi nafnið í gær. Gerði það bara einn eins og alla bestu ákvarðanir eru teknar og það er Carlsberg Kastallinn. Það er Carlsberg Kastallinn. Það verður bara, það bara festist við þetta. Já. Í alvörunni? Já. Það er bara, við verðum bara óna. Ég get bara ekki. Herri, ég glemdi þetta rekk. Já, þetta gerist ekki ofta að Dóttar Fútból klikki, það er bara svo margt í gangi hérna hjá honum ákvörðat núna. Fyrsti þátturinn af Epic, góðan daginn, Epic America, velkomin Gunnar Bryggjesson og Albert Ingarsson. Við erum hérna í tökku 2 fyrir þá sem er að horfa á YouTube. Já, að sjálfsög verður þetta á öllum hlaðvarpsveitum strákar. Ég var að segja ykkur á hann að það er búið að ákveða nafnið á stúdíónum með Carlsberg og það er Carlsberg Kastallinn. Já, það er það. Nei. Jú, ég ákvað bara, ég hugsa bara með þér, þetta er bara orðin Carlsberg Kastallinn. Já, ég er ánægður með þig. Já, ég er mjög ánægður með þig. Þú veist, ég ætla ekki að láta einhver pervert eyðileggja fyrir mér. Þeir eru búin að eyðileggja nóg. Já, þeir eru búin að eyðileggja nóg. Ekki taka Kastalann frá okkur líka. Þetta fargufu sveppafólk, það má bara éta, sko. Ég ætla bara að leyfa þessu að vera minn Kastalli og það er Carlsberg Kastallinn að sjálfsögðu. Eldgamli Carlsberg með Dóttar Fútból að sjálfsögðu. Drengir, aðeins með happatreyðunar, þær eru leiðin aftur í búðunar. Þannig að það er mikið verið að spyrja um þær ákveðat núna og mikið æði í gangi. Við erum báðir í Dominos-búningum, ég og AI. Já, hérna. Þetta er rosalegt, sko. Þetta er rosalegt. Ég er svo króati hérna. Já. Og náttúrulega það er megavika, ef það fór fram hjá okkur Birkir Már Sævarsson, hann auglisti megavikuna fyrir bara þjóðina. Já. Þú vil hafa vel gert hjá hann. Bara, hann skorar alltaf það megavika. Ég bara, það hann hafi náð að tengja þetta einhvern veginn saman, það er unbelievable. Það er rétt að vona Dominos laununum þennan greiða. Já, þeir munu væntanlega gera það Fitnessport með Dóttar Fútból. Ég hef aldrei tekið meira af stöffi. Það er bara, það er vítamín, það er pre-workoutið, það er prótínið, það er kreatínið, það er peptides, það er allur djöfull. Ég kíkti á Svavar í vikunni, hann fyllti pókan hjá mér. Alls konar nammi. Veit hann eitthvað hver þú ert? Ja? Þú er náttúrulega alltaf á skjánu, eða veit hann hver þú ert? Ég er þetta að sagða hverju væri. Já, það kemur vel á óvart. Gistur núna í Efstæðall, upp í Efstæðalleiti? Ég? Já. Nei, það er alveg rótering á þessu.
Ég er bara að hafa þið þar, bara leggja þið þar og vera þar. Takk kærlega fyrir Tjekkland sko, 50% afsláttur af Totofútból. Sendi strákar spurningin góða með tölvutek auðvitað með Ninja, vélarnar allar og allt það. Hérna, hvernig fór leikur Mexíkó og Suður Afríku fyrir 16 ára síðan? 1-1. Það voru 1-1, það er alveg hárrétt hjá okkur. Er þið með annarkvæmt markaskóran? Sabalala. Sabalala. Og við erum líka Rafa Marquez. Rafael Marquez. Já. Skoraði, gamlega í Barcelona maður. Já. Hann skoraði hittmarkið þannig er það, við slum, þó við byrjum þetta eiginlega alltaf á HM hér eftir. Svo aðeins að byrja í bestu deildinni áður við förum að powerranka og hafa gaman að þessu. Og það er múrbúðin. Varúð fyrir eitthvað sem er leiðin í múrbúðina, það er sama verð fyrir alla. Það er ekkert eitthvað sérstætt fyrir, það er ekki 20% afsláttur fyrir þennan fyrir fram að eitthvað slúðist. Það er sama verð fyrir alla. Vona það er ekki fólk. Þeir eru alveg með hallamála, eða ekki? Jú. Þeir með hallamál? Hvað? Hæ? Hvað sko spurning? Þetta er náttúrulega einhver alvesta spurning sem ég fengið að sjálfsögðu. Er tölvutek með tölvur? Já. Ég skal segja ykkur það. Herru, Káringar að fara að selja leikmann, Gunnar Birgisson. Amin Kosic. Já, hvert er hann að fara? Líklega á leiðinni til Víkings Stavanger. Þetta var barátta á milli Víkings Stavanger og Bodo Glimt, skilst mér. Og ég held að Víkings sé að hafa betur. Það er ekkert orðið staðfest í þessum efnum, en þetta er mjög líklegt eins og staðan er ekkert núna. Hvað ár gerir hann? Amin Kosic. Ertu með það, Albert? Já, Kosic er 2005. 2005. Hann kemur úr sem fræða 2005 árgangi úr HK. Já. En þetta verður held ég leikmaður nummer 31 sem að Óskar Hrafn Þorvaldsson selur. Þú heldur það ekki, hann hefur hringt í þig og sagt þetta var kelalegasta setning sem ég hef heyrt. Ertu með þetta staðfest? 31. Þeir eru að vera að tala saman, þú varst ekki að taka þetta saman. Hann hringdi bara í þess að þetta er leikmaður og 31 sem ég sé. Það er ekkert mál inn á Transfermarkt að taka þetta saman. Ekki neitt. Leikmaður nummer 31 sem að selur erlendis. Það verður gaman að taka saman bara heildar fjárhæð sem hann hefur skilað í íslenska fótboltaðan. Og hann náttúrulega skilaði hluta þeim peningum til Venezuela sem var fallega gert. Er það að tala um þetta eina sæn Juan Camilo Pérez? Já, minn maður, Juan Camilo Pérez. Hann kom í janúarmánuði og sleit krossband held ég 2 vikur seinna. En þetta er ótrúlega vel gert og náttúrulega Kosicin staði sig vel. Þetta fekk náttúrulega maður sér þarna hvað grunnurinn skiptir miklu máli. Skilur mig? Nei, Hjörvar, hann bætti á sig held ég 8 kílóum af vöðvum. Hann léttist en bætti við sig 8 kílóum af vöðvum í vetur. Hann er bara, þú veist, það er svo lítið sem þú getur gert þegar hann kemur á þig á flegiferð en það hafa flest allir bakverði deildarinnar verið í vandræði með hann. Hann er bara, yfirleitt er mesta ógn káeringa í kringum Amin Kosic, þannig að það verður flott að sjá hvernig þeir leysa þetta. Þeir reyna náttúrulega að leysa þetta með Jason Daða. Já, við erum búin að tala um það, menn Jason Daði, þú veist, það mun taka tíma fyrir hann er búin að spila lítinn fótbolta síðust árið og það er ákveðin áhætt að taka hann líka það er ekki ódýr. Nei, hann lítur að það er bara oft sniðugt að fara í nokkur ár til útlanda og ná sér síðan í góðan tjekka eftir það. Það hefur verið reynsmönnum vel og það er eitthvað sem segir mér, hann hefur staðið sér vel hann Jason þegar hann spilaði þetta í deildinni, hann er svo sem ekki mörg tíumbil hérna. Ef hann er heill, þá er þetta bara topp 3 leikmaður í deildinni. En maður þarf eitthvað að taka símtal á Ómar Inga, hvernig klúðruðu hákáingarnir Amin Kosic að verða stóra spurningar næst þegar að maður spyr gárungana upp í kór. En það er náttúrulega allar upplýðsspætunar, það er núna dundrast inn á reikningin í HK. Það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera. Það er að gera ráð fyrir því. En þetta er þetta alveg transferfí? Já, ég held að þetta sé ég veit að þú veist ég myndi halda að þetta væri einhvers staðar norðan við 70 miljonir. Já, ég er í 80. Já, Amin einn verðmætasti leikmaður deildar. Það er nefnilega gólunit. Og ég meina, þetta er ekkert, þú veist, hann er ekki að fara í Sogndal, þú veist, með fullri virðingu eða eitthvað svoleiðis, hann er að fara í norsku meistarana. Þannig að menn með ekki glemma því. Þetta er skemmtilegt fyrir hann, pappans auðvitað var flottur leikmaður líka og Amin Kosic, já. En þú tala um hvernig hákáingarnir klúðruðu Kosic. Þættum í gær var að tala um stjörnuna, hver er búin að bæta sér á stjörnunni. Við getum tekið svo marga svona leikmenn hjá KR. Ástbjörn, ekki klúður og F-fangar Ástbjörn, bara Óskar bara mann að gera hana betri leikmanni. Gabriel, Orri Hrafn. Þú veist, hann tekur á annan level. Já, lætur að æfa. Lætur að bæta sig. Já.
Ég meina, þetta bara hárrétt. Leikmenn hafa haft þá tilhneigingu að bæta sig undir stjórn Óskars. Það ekkert launungamál. Nei, við getum talið marga leikmenn Já, og já. auðvitað allt þetta gróttudæmi, ég meina það að grótta eigi í dag leikmenn í La Liga og Premier League. Já. Það bara, ef þú hefur sagt það fyrir 10 ára síðan, þá er maður bara það er svona, betur, er eitthvað meiri viski í þessu Mér finnst þetta glerhart að byrja daginn á því að sé beitt bara í rólegheit. Já, einmitt. Sko, ég svona þegar maður fer að rúlla yfir bestöldinu og við búin að vera smá pása, þá fær maður aðeins að sjá þetta svona, skoða maður þetta aðeins á dýftinni. Já, takk. Þú veist, það eru, ég myndi segja að það séu 10 lið, af því að nú svona í framhaldi af þessum leik afturhaldingar og stjörnunar. Ég myndi segja að það veri 10 lið í þessari deild sem eru í grunninn verri heldur en í fyrra. Okay. Ég held að einu liðin, þú veist, jú, Víkingur er mögulega betri. Mögulega er þetta 3 lið sem eru betri. KR er betri heldur en í fyrra og Fram er betri en í fyrra. Önnur lið verri. Skagamenn? Já, Skagamenn eru betri. Þetta er bara, þeir eru bara pari. Reynum örufæli. Þeir eru bara pari. Nei, það sem ég bara segja, ég meina, Keflavík og Þór eru að mínu viti verri heldur en Vestri og Afturhalding. Voru í fyrra. Nei. Keflavík er betri en bæði þessi liði fyrra. Manstu fagregluna, fagmennska, Ertu ekki sammála mér? gæði. Ertu ekki Það sammála er mér? doktorfútbol. Fagmennska, Ertu ekki sammála mér? ægi, gæði. Ertu ekki sammála Fag. mér? Nei, ég er ekki sammála. Skæin eru betri en þau voru fyrra. Já. Þeir eru betri. Bara ég lofaði því. Bara að vera svipað. Þeir eru með markatöluna 12-16 með 12 stig eftir 9 leiki. Ég hefði búist við þeim með fleiri stig, sko. Og Páranka. Já, það ekki? Ekki komið tíma á að ranka. Þú veist ekki ræða málin. Jú, viltum við ræða meira? Nei, bara, þú veist, það komir ekkert á óvart að Afturhalding skildi vinna stjörnuna. Ekki neitt. Nei, Bara ekki einu sekundu. bara til hamingju með sigurinn. Já, Ég samklændist þér innilega. Ég hugsaði með allt þetta helviti sem er búið að ganga á Gunnari Birgissyni að ég felldi tár þegar það var flautað til leikslok. Ég skal alveg viðurkenna það. Skildi enginn á hverju ég var þarna tárvótur niðri í sófanum. Ég laug mig nú bara út úr því. Já. Sagði ekkert, vildi ekkert vera að segja satt frá. Nei. Þú áttir hennar sigur skilið. Og til okkur með þetta. Við slum fara að powerranka með Leys. Já, meistari David Beckham er að renna út hann rennur aldrei út því að pókarnir renna út. Við erum með Thierry Henry póka og Thierry Henry Það komið að þannig að það er bara eins og það er frá Leysrunum og svo mixum við þessu að sjálfsögðu með ídifinu góðu frá Voga ídifu. Hvað ætlar að powerranka fyrir mig AI? Herru, við ætlum að fara í HM og við ætlum að fara í 5 óvæntlið sem geta að fara langt. Sem getur verið langt, ok, love it. Og ég er svona í 5. sætunni, ég veit ekki, þetta kannski kemur óvart og ég sé ekkert að liðið fara mjög langt, en ég er með Bosníu minna það. Bosnia. Já, Bosníu. Búin að hanga mikið í kringu Porja. Já, þetta er svolítið komið frá Porja. Ég held að þetta mót hendi þeim vel, erfiðar aðstæður, þeir eru þéttir og leiðilegir og þeir eru líka, við sjáum bara hvernig fóru fyrir Velsförum og Ítölum, þeir eru ekki erfið riðli, þeir vera hard to beat. Þeir spila bara þétta 4-4-2. Já, no bullshit, Mike Bassett, no bullshit. Okay. Svo finnst mér lítið talað um Kólumbíu, þar er ég með, Kólumbía. Kólumbíumenn í fjórðasætinu eru líka í þægilegum riðli, Kongo, Portugal og Úsbekistan. Mér finnst þeim sterkan hóp. Já, með Luis Díaz sem er eitt besti fótboltamaður í heimi. Já, og Ricardo Rivas og Dani Munoz og sterkur hópur. Geðveikt. Ekki sammálakunni? Jú. Það kom eitthvað hikað að þau. Nei. Herðu, Senegal, 3. sæti. Já, Afríkumeistararnir eða ekki Afríkumeistararnir, maður veit ekki alveg hverju maður á að trúa. Þeir eru Afríkumeistararnir fyrir mér. Ok. Verða það alltaf. En þeir eru eins og mjög erfiðum riðli. Írak-Frökkum og Noregi. Bara mjög gott lið. Blanda reynslu og yngri leikmennir sem komið upp. Með gæði og mögulega fleira. Já, með gæði og fleira. Já. Hvað viljum við meira? Herðu, öðru sæti, Ekvador. Já, ég veit þú stóðsætið þarna. Ekvador. Er það rækja samlóku pikk? Nei, þetta er svona bara pikkið sem allir einhvern veginn er alltaf að koma fólki óvart. Já, ég er nú með eitt lið sem kannski hefur nú flóið undir rættarinn. Það er Ekvador. Þeir eru í sværi erfiðriðli, en þeir verða eins og Bosníumenn, erfitt að hard to beat. Þeir verða leiðilegir. Já, og svo í 1. sætinu að fyrir í Japan. Og það er bara strax í fyrstu umferð hjá þeim, er leikur mútið hollningum og ég held ég vinna þann leik og ég held ég vinna riðlinn. Með stráng heiðalegt lið, þeir fara langt. Án Karum í Tóma. Skiptir engum máli. Þeir eru Tomiyasu er þarna.
Þannig að þú ert það sem að þú ert að segja með þessu Já, er að Noregur fyrir ekki upp úr riðlinum. nei, Jú, Noregur, ég er bara að segja það þetta er Get þriðja ég sæti, talað já. Noreg sem eitthvað óvænt Þú veist, þeir rúlli yfir undakefna Það er allir að tala um þá Er það ekki alvöru reikið samlokupikk eða þetta ekki Noreg núna? Þeir eru í fyrsta sinna HM síðan 1998. Þeir eru svona, Já. já, ég veit það En væri, þú veist, kemur ekkit óvart ef Noregur fari í áttalúslit. Þeir eru samt, þú veist, ég meina vörn og markmaður, þeir eru með varamarkmann Sevilla í markinu, sko. Já, Það er kannski ekki eitthvað svona... nei, en svo bara getur staðið sér vel með landsliðinu. Já, já. Það er nú, Já, við þekkjum þetta Íslendingarnir. Já, algjörlega. En ég hef svona, þú veist, maður hefur smá ágjur af varnarlínunni, en Sástu á Stanley Cup í nótt, Já. leikmenn norska liðsins. er ekki Holland í ykkur box eða? Jú, hann var þarna með, held í Sander Berge hlýðin á sér. Já. Þannig að, já, það var skemmt þetta var flottur listi. Faglegur Hann var bara Mjög mjög Já. faglegur og ég meina, þú veist, ég talaði um að Holland er óvænt, kannski er það náttúrulega ekki óvænt, þeir eru hvað, nú 8-9 þarna á heimslistanum. En Timber er átt Það lítur að breyta því eitthvað fyrir Já, með Denzel Dumfries. Og ég, af því ég er svona attacking minded. Svo horfum við líka á Ástralinn Ég held að hann getur komið okkur á orð Hann kemur ekki okkur. Já, en Svíþjóð Svo típist að ég gera eitthvað á þessum móti Já, Svíjaröðu eigum þetta HM Sjúfur sem fara að kíkja á þetta allt saman. Þetta byrjaði á Azteca vellinum. Orkan er bleika bensinið, 26 krónur í afslátt, hvað var það, í 4 vikur. Voru að velja það allt saman, ferðinu orkuna.is og kíkir á þetta allt saman. Vá, djöfull leit Azteca völlurinn vel úti í gær. Maður horfði á þetta og maður bara, vá, eina sem vantaði var gamli skuggina á miðlínunni sem var 86. Já, það var leikmaður sem stals inn í þessu öllu, var völlurinn og sjá Canelo þarna upp í stúku, gömlu kallarnir sem voru lýsa þekktu hann nú ekki, en þeir stóðu sig vel. Þetta er samt alltaf óþægilegt þegar myndavélinn fer upp í stúku. Þú veist, Kanin gerir þetta alltaf hannig, þeir merkja bara fólkið. Hver er þér? Já, hver er þér? Já. Þetta er alveg óþægilegt, þú veist, þegar maður er einhvern veginn, þegar það kemur bara þögn, þá vita allir bara, já, ok, hann veit ekki hver þetta er. Já, ég er nú ekki líst mörgunleikjum En þegar þetta kemur upp, eitthvað svona farið upp í stúku Þá er þögn hjá Inga sinni Já. Hann langar að hraðaspóla Það langar að hraðspóla, en þessi leikur í gær Mexiko 2 Suður-Afrika 0 Suður-Afrikumenn eru jafn lélegir og við héldum. Það sem ég elskaði við Mexiko-liðið, þetta voru eiginlega allt leikmenn og líkaði Mex eins og ég vil hafa þetta. Já, þetta var bara mér finnst það fínn leikur. Það var bara, þú veist, jú, Suður-Afrikamenn voru ekki góðir en hérna, þú veist, þeir komu sér alveg í stöður þar, ég meina, 1-0 leikur er alltaf óþægilegur. Já. Þannig að þeir komu sér alveg í stöður til þess að svona gera eitthvað. Þeir eru vissulega bara með 2 snertingar inn í boxi en þú veist, það var aðalega bara, það vantaði bara, ef það hefði verið bara einhver pínu lítil gæði fram á við hjá Suður-Afríku, þá hefðu þeir mögulega Þeir geta eru refsa. náttúrulega með Suður-Afríska törumanninn. Lyle Foster. Það voru litlu töfurar í gangi í gær Já. Það var bara fyrsta skipting Á HM líka, fyrsta skipti á HM. Það gekk ekki alveg ekki það var ekkert eðlilega slagur Nei, bara líka bara skoða aðeins þetta lið fyrir móti bara, já, djöð, þið getur haldið vel í boltan maður ekkert lið meira með boltan en liðsins og afkoneldur en Suður-Afrika svo eftir að leika 8 maður sá því bara, just maður hefur náttúrulega hort á þessa leiki afkon, það er ekkert pressað þarna Expected goals í Suður-Afríku var 0,07. Já. 0,07 og fyrir þá sem er að horfa á YouTube þá erum við að renni við törfræðina hérna og þeir áttu 2 snertingar inn í vítateg Mexiko, þannig að þetta var, þeir voru nú ekkert að lága ekkert í færum hana. Ný, En hvernig fíluðu Shirho? Sitról var í alvöru vesinni það er smá brekku. Herru, það var alvöru, hann fekk 4,9 hjá Fótmob, það er alvöru Shirho. Það er 3,5 3,5 sko 3,5. Já. Hérna, en eitt í þessu, vitið þið hvað Azteca-völlurinn er í mikilli hæð yfir sjávarmáli? Nei. 2400 2200. Þú veist, þetta er bara eins og við myndum smetla velli upp á Kanadalsnúk, sko. Eða, þú veist, þannig að ofan á hitan og allt annað. Það var engin hitið þannig hér. Nei, það var 30 eða eitthvað svona. 22 gráður? Já. Ofan á hitan og allt annað, þú veist, þetta er alveg aðeins þynnra loft þarna, þannig að maður getur rétt ímynda sér að, þú veist, þeir sem er ekki vanir þessu, að þeir munu ströggla þarna, sko. Þetta er allt annað að vera í svona mikilli hæð. Þú veist, menn undirbúa sig í hæðarþjálfun fyrir svona, sko. En það eru ekkert að tapa neinum leikjum á þessu velli. Nei, það er eitthvað manni. Julián Quinones skoraði þarna fyrsta markið. Þetta er leikmaður sem kemur úr Saudi-boltanum, Albert, og þú sagði að þetta væri svona ákveðin miðurkenning fyrir Saudi Pro League. Þetta er beint að Albert. Kunni langar að taka orðið af það, en jú, ég segði það. Takk fyrir að vitna í þau orð mín. Þetta, hann stóði væntingum.
33 mörk í Sáti-boltanum, 4 stóðsendingar og hann kveikir í þessu móti. hann kveikir í þessu móti. Hann Hvað setur sagði- mótið að stað. Ég sagði þetta var svona uppbótartími, framlenging á RÚV á Instagram í gær. Já. Strax viðurkenning á Sáti-boltan, hann var maðurleiksins í gær. Hann var ekki með nema, þetta eru 17 fleiri mörk heldur en næst markahæsti í Sádi-Arabíu og Magnaður. það er ekki Ronaldo. Þetta var algjörlega trillt að þeirra fengið þarna fyrsta marki og svo var það Championship leikmaðurinn Raúl Jiménez sem skoraði setna marki tilfinningaþrungin stund á Azteca vellinum. Hann var bara við það að fara að gráta. Hvað komið tá? It means more. Sko, it means more. It means Mexico more. er eins og íslenska handboltalandslið. Já. It means more. Já. Og sko, svo var alveg hlægilegt að fylgjast með umfjöllunni á víða í fjölmiðlum í gær. Það var eins og þetta var fyrsta... Nei, segðu bara vísir. Segðu bara vísir og rúf, eða bara bæði. Já. Sko, það er alltaf allt verið í fokki 5 mínútum í HM. 82 voru hryðjuverk árásir hérna herskáu Baskar. 86 mistu Kólumbíumenn HM rétt fyrir mót. 1990 var mafían að byggja velli á Ítalíu, ónýta velli. Ok, ég aðalega að tala Dele Alli. Það var engin á pöllunum 2002. Suður Afríku 2010 var mælt með því og myndi mæta með hnífavesti með þér. Því að glæpirnir væri slíkir. 2014 allt í tómu tjóni á brössunum. Rússland, þarf að ræða Rússland 2018 eitthvað. Þarf að ræða það eitthvað? Nei, það þarf ekki. Og svo Katar. Og svo verið að tala núna einhvern einn dómar sem fekk ekki að mæta svæðið. Maradona fekk ekki vegabrifsárundu 94 til að byrja með. Akkur þetta svona mikið hjartarsmál? Nei, þetta er bara svo magnað hvernig þeim tekst að blása út neikvæðni þegar þetta er flottasta heimsmeistarmótið því að það þurfti alltaf að byggja einn völl. Það var allt tilbúið í Norður Ameríku og Bandaríkjamenn eru þeir bestu í heiminum. Ólympíuleikar sem að gera ekkert annað en tapa peningum, þá mæta Kanadi með 84 og græða peninga. Og þeir eru að fara að græða hauga peningum á þessum Ólympíuleikum er ekki bara að tapa peningum, sko. Tölum við minna menn í Sochi og tölum svo saman. En þetta er aldrei, eins og fyrir okkur svona umhverfiskalla, bara aldrei hefur verið að lítið verið að byggja í aðdraganda móts. Þetta er bara klárt stöf. Þau gera þetta alltaf bara. Jú, en þetta er sem, ég veit að þessi umræða henda þér ekki og þeir eru náttúrulega bara agendan ykkar. Nei, bara alveg svo, ég horfði bara mjög takmarka á fréttir. Já, en svona er þetta. Ég er bara íþróttakall, sko. Já, en svona er þetta. Já, þú veist, bara fænskilur. 98 var bara verið að hóta verkföllum. Þegar þú ert 20 ára eða hvað var skamall. Við erum svona meira bara tölum boltan kallar. Ég get að lofa því að Albert er ekkert að fara að tjá sig heimsmálunina, sko. Nei. Eða hvað, viltu það? Nei, ég var alveg til í að heyra hvað ykkur finnst. Bara hvað þá? Bara neikvæn, bara þessi generata, þessi neikvæni að leifi ekki leiknum að njóta sín. Ég bara leifi því ekki að fá súrefni í hvorki höfðun á mér, þú veist, þegar ég er að hlusta á eitthvað svona, þá myndi ég skipa. Ég skal alveg ekki þetta fyrir alveg fram með mér. En þetta tók ég öll mótin og gætt kom með dæmi vesen í aðranda móts. 100%. Og eitt dómari, það er tölvöld lítið miðað við þetta sem fylgja upp hana. En hvað, er endalaust verið að tónglast á þessu? Nei, þetta er bara búið að vera mikið í umræðunni og svona í aðdraganda mótsins og bara allt attitúti, að setja þetta á hliðarás, að vera að ræða þetta og vera bara attitúti og viðhorfið. Já, ég er bara mestar ágjör af þér, Hjörvar. Þú er að ná að njóta þess að horfa. Það attitút kemur frá þér. Ég er að segja það. Nei, þú ert að búa til það attitút. Nei, það er attitúti. Attitúti er að setja þetta á hliðar eins og þetta sé ekki stór viðburður. Eins og þetta skiptir engu máli. Þetta er stór viðburður, sjálfsögðu. Alveg eins og þetta væri, ég meina, þú væri náttúrulega ekkert að ræða þetta. Gísli Martin á föstaskvöldi. Þegar Gísli Martin er á föstaskvöldi, þá er hann á RÚV 1 af því að það er stór viðburður fyrir alla þjóðina. Risa ívent, þú þekkir þetta. Þetta er bara heilög kvöld hjá þér, Gunnar Birgisson. Nei, bara föstudagskvöld er bara heilög stund hjá þér. Nei. Og þá er þetta á RÚV 1. Og þetta, ég er að tala um attitúti. Þá skipti ég yfir á RÚV 2. Hvað er þá? Föstudagskvöldur? Skjálfsíkar. Það er gott. Nei, ég meina, þú veist, þetta er svo þreytandi umræða hér og nú ertu til dæmis búin að síkja umræðina þannig að því að þú veist, þú verður átt að það er fullt af fólki sem hlustar á þig, sko. Alveg bara mjög mikið af fólki. Og nú koma til mín, nú er að vinda sér upp að mér hvar sem ég fer, fólk að spyrja mig hvað er bara hægt að sjá Ía Víkingur á netinu, sem er náttúrulega ekki rétt. Sko, besti vafrinn til að horfa á þetta. Það er ekki rétt, Hjörvar. Þetta er náttúrulega algjörlega óþolandi, því að hvað eru aðra stöður að gera? Þetta er ópera. Þegar þú vilt auðvitað hafa HM einhver staðar annar staðar, á einhver annar stöð, væri þetta þá ekki alveg eins? Væri þetta ekki alveg eins? Nema þar, þú veist, þyrftir að borga fyrir áskrift, væntanlega. Já.
Og þú mynd ætla að segja núna, já, ég líka borga fyrir áskriftarúf, já, það 1800 kall held ég á mánuði sem er tekin í formi skatts. Já. Sko, ég átta mig ekki á þessari umræða því að, þú veist, eins og bara eins og, þú veist, nútíminn að færast yfir í streymi, nútíminn að færast yfir í upp, nútíminn að færast þangað yfir. Það ekkert langt síðan að þú talaðir fyrir slíku. Ég auðvitað all for stream. Nú ertu komin aftur tilbaka. Nei, ég traditionalisti, sko. Já, en það kom þarna tími, þar sem að Hún fallur á tíma. Hann fallur á tíma þessi. Hann varst að ná honum, það fjallst á tíma. Ég veit það. Það ég fjall á tíma. Hættu að gera það. Þú ert bara krakki. Þú bara krakki. Já, við slumum fara förum með Netgyro í hinleikin í A-riðlinum sem að leikur Suður-Kóreu og Tékka. Og þar unnu Kóreumenn 2-1 sigur. Og 2 sigur, já, Kóreumanna. Hvað getið þið sett mig? Sáðu þið, ég horfði bara á highlights. Ég horfði bara á highlights. Já. Ég horfði á hann ekki í morgun. Já, ok. Thomas Susek skorar þetta mark. Já. Og sem réttilega dæmt af vegna ráðstöðu. Var hann langt fyrir innan? Nei, hann var ekki langt fyrir innan, en þetta var alveg samt til. Kom flaggið kom upp á rétt tíma? Já. Einmitt. Þetta var þessi strákur frá Feyenoord, strákur sem að ég veit að Robin van Persie var að vinna einhverju aukavinnu með á æfingasvæðinu. Áður hann var látið bara. Og þegar þeir tryggðu silfrið. Hvernig, kastu eitthvað séð að það búið að vinna með hann stráka á æfingasvæðinu? Því að slútt var að, átti hann ekki fyrramarkið? Svo skoraði og laði upp. Hwang. Já, Hwang. Var ekki, þið báðir? Er ekki Hyung-Ju hann ekki að Feyenoord? Þið báðir Feyenoord? Sko, það alveg ótrúlegt magna. Nei, O hjá Besiktas. Besiktas. Jú, maður sá, ég svo bara gefa það, ég sá helling í þessum strák sem að Robin van Persie greinilega búin að búa þetta skrimsli til. 29 ára. Skoraði og lagði upp. Hwang. Já. Þeir voru bara góður í þessu leik, sérstaklega seinna hálfleik. Þannig að erfiðis vinna, hún getur skilað sér. Þess að með þennan strák á æfingasvæðinu. Já. Hvað fyrir Robin van Persie að gera núna? Hvað fyrir Robin van Persie að gera núna? Ég held að fara að telja penning. Það sé svona sem hann er að fara að gera. Ég held að það sé svona nýja áhuga málið. Þú ert að segja það, það mun ekki ráðan. Nei, hann bara held ég fara að njóta lífsins. Þetta var hrikalega gott slút í fyrramarkinu. Í fyrramarkinu? Já, þegar hann tjekkar hann það. Já, og svo bara laust yfir. Já, ruglast mörkmanna. Já, vippaði hann samt. Mér fannst hann semi-mókun. Mér fannst það semi-skópla. Og þetta var bara svona rólega í markið. Þetta var bara svona... Já, mér fannst þegar ég sá það fyrst bara svona, djúvill, þetta vel gert. Tekur hann að Dóra Hilmars tjekkið, svo þegar maður sá það aðeins nær, þá finnst maður svolítið eppinn að það. Það smá skópla. Þetta svona vinstri fótar Ingarsson skot. En Kórea bara með betra lið en Tékkland. Já, mér fannst Suður-Kórea bara fínir þessu leik. Fyrri hálfleikur var ekkert mikið að frétta. Suður-Kórea áttu 1 skot að marki, sko. Og Tékkar 0. En sko, Tékkar voru ekki jafn neðarlega og átti von á í þessum leik. Þeir voru ekki jafn djúpt. En seinni hálfleikur var bara skemmtilegur. Suður-Kórea menn bara fínir. En annars með Tékkar ekkert sem kom hann óvart. Þetta markið mér til langt yngast. Rángstu markið skall eftir aukaspyrnu. Fá fær eftir horn og fær eftir yngast. En Suður-Kórea, líta vel út. Já. Mér finnst það mót byrja vel og mér finnst þess að drikkjapásu, þú veist, ég var eitthvað svona að hugsa eitthvað teka á þetta. Ég mjög hrifinn af þessu. Mér finnst það leiðilegt. Þú veist, 3 mínútur. Mætti þetta vera 2 mínútur, mögulega, en ég held að þetta verði til þess að svona lægra skrifaðri andstæðingurinn, þú veist, ég held að þetta verði algjör svona momentum killer. Þú veist, þannig að þegar að kannski betri liðin að ná að þjarma, þú veist, eins og við höfum oft séð, sem endar oft með marki og svona, að ég held að við munum sjá meira af því að, þú veist, þau ná svona þess að regrúpp á þessum tíum. Við sáum það í gær bara, í fyrirleiknum. Það var algjör óþarf þessi vatspása í fyrirleiknum. Þetta var algjör bull, en þetta er bara reglur, ég áttum á því. En sko, ég held að þessi rosalega margir sem eru hræddir við að þessi 3 mínútna pása í leikjum muni þýða auglýsingarhlé í framtíðinni. Við erum rosalega heppnir að það eru mjög íhaldsamir menn í fótboltanum sem eru Bretarnir. Englendingarnir munu aldrei láta þetta yfir sig ganga. Bara þekkjandi breska þjóðarsál og nei, þeir munu aldrei láta þetta ganga yfir sig. Kaninn má reyna þetta, en þeir munu aldrei láta þetta ganga yfir sig og þeir munu að halda fast í leikin og ég er hlindur þessu að gefa pásu og svona, en þetta þarf einhvern veginn að, þú veist, ef það meikir ekki sens, það er bara 20 stiga hitti og bara þægilegt og leikmennu leið vel hérna á Aztekavellinu vist vera.
reyndar þegar þú segir hversu ofalega þetta fyrir ofan sjáamál þá getur maður að rýmta þannig að smá álag. Já, Það finnst hann 3 mínútur aðeins svo mikið. Ég var eiginlega í sjokki þegar ég sá þetta, sko. Ég vissi að þetta væri hátt yfir sjámáli, en bara 2200 er galið, sko. Sko, tjekkar eru þetta set piece kongarnir í þessari keppni. Skoruðu náttúrulega beint eftir innkast Já. og ég hef búin að segja ykkur að þessi crazy hérna er frábær með tjekknarska landsliðinu. Hann er landsliðskallan líka, bara fyrirliðara. Já. Þannig að og við sáum það líka bara í þessum umspilsleikjum múti Dönum og Írum. Öll þessi mörk komið til fyrst leikadri. Þeir eru bara sterkir þar. Sjáu líka, þeir eru ekkert að treysta bara Son. Þeir bara tók hann út af. Gæðin sem kom inn á fyrir hann skoraði. Þannig að flottu sigur kórumanna sem hafðu litið illa út fyrir HM þar að segja þeir eru tapað einhverjum vináttuleikjum í aðranda mótsins. Já, 0-4 á múti Fílabörstundinni. Já, einmitt. Þetta var... Son var einn og sér með 1 í XG. Já, hann fekk nokkur færi í þessu Hann leik. fekk nokkuð færi. Já. Kannski bara skora hann þegar það skiptir máli. Það gæti nefnilega verið stóra málið í sötu saman. Gerði það ekki á móti Manchester City. Nei. Hann langaði líka. Ortega varði það. Við skulum rifja það upp síðar. En það er alltaf gaman að rifja upp minningar. Já, þú bauðst upp á þetta. Já. Þetta var ein vestastóðsending sem þú átt. Þegar ég var að tapa gleðina og komin aftur. Það held ég. Já, við höldum áfram með Netgyro. Þeir sem eru að fara að kaupa sér liðjakka hafið samband við Netgyro. Þeir chip inn restinni, það sem vantar upp á. Og það er leikur í kvöld. Kanada og Bosnía sem að kannski... Ég voru á mínu lista á þann. Já. Bosnía. Jonathan David hann miklu betri með Kanada en með Juventus. Góð spurning. Já. Er hann landsliðskall? Já. Kyle Arrin var heitur með Southampton. Já. Þetta er stærsti leikur í sögu kanadískrar knattspyrnu. Þeir eitthvað að tala um eitthvað Drake Curse. Það er að segja tónlistarmaðurinn Drake hannaði einhverja upphitunar eða einhverju svona jakka með þeim eða eitthvað slíkt og það er, þegar hann heldur með einhverju liði þá tapar lið. Já, það er svona, það er oft verið einmitt þar sem að peningarnir hans enda, það er svona yfirleitt farið á hinn veginn. Já. En svona sem, við þekkjum þetta kanadíska liði ágætlega, við vorum að spila við það dag. Þeir heitluðu menn ekki þar. Nei, það var slaguleikur, en það var með Jonathan David með 2 mörk. En ef að þú hefur trúað þessu bosniska verkefniðinu, Albert, að þá er 4,81 á Epic, sem er náttúrulega, þú veist... Nei, sko, er það á sigur Bosníumanna? Já. Þetta er jafntefli. Þetta er bara... Það kemur ekki óvart. Þetta er stráng heiðalegt jafntefli. Svona leitar í jafntefli. Í þessu formati sem 8 af 12 liðum í 3. sæti fara áfram, þá er náttúrulega jafntefli alltaf fín úrslit, sko. Já. Og hvað, hinn 2 liðin í þessu eru Sviss og Katar, ekki? Já. Ég er að segja það, þú vinnur Katar. Já. Komið 4 stig. Já. Það vartu bara komin í 32 lega. Sko, besti maður Bosníumann er áblað Demirovic hérna í Stuttgart. Já. Og þetta maður var náttúrulega með Dogsónið alla laugardaga í ár og mér fannst hann alltaf vera að leggja upp eða skora eða eitthvað í þykk of hlutunum. Sko, Salim Porsa, okkar maður, hann talar rosalega mikið Tarik Muharemovic hjá Zazulu. Hafsendin. Já, hafsendin. Að hann sé svakalega eftirsóttur. Þannig að hann er svona one to watch. Ef við sko hlustum á Porsa, hann veit sitt Bosníumenna, sko. Já, hann þekkir Bosníumenn inn og út. Já, þetta verður áhverja leikur. Eins og ég segi, þeir segja þessi stærsti leikurinn í sögunni, svo er það Sviss Katar. Já, það er bara þægilegt. Já. Ég held ég hvíli mig bara þá. Þegar að sáleikur. Eins gaman og ég hef nú á fótbolta og þetta hefur nú verið mitt líf, þá er ég alveg til í að hvíla mig þegar að sáleikur. Sviss Katar er náttúrulega á morgun. Bandaríki Paraguay er klukkan 1. Það er seinni leikurinn í dag. Já. Það eru þessi 2 leikir í dag og svo erum við með 3 á morgun. Það er að því að við erum líka live hérna á YouTube og ég ætla bara að þakka fyrir chatið, ég ætla bara að sjá hvað er að gerast á chatinu. Ég er að fá fréttir af því að það gæti verið eitthvað breytingar í Garðabænum, bara í þessum tölu orðum og það er ekkit staðfest, en gatan er eitthvað, segir gatan. Það er að Jón Þór geti komið inn fyrir Jökul núna. Jón Þór? Já. Okay. Jón Þór auðvitað með gott orð á sér í Garðabænum. Þekkir umhverfið. Þekkir þetta umhverfið. Það þarf saman eitthvað að bregðast við líklega, því að hann þarf alltaf að vera með
Pro-license þjálfara held ég á hliðalínunni þegar þeir fara í Evrópukefni. Ég lánaði þig. Ég er ekki með Pro-license. Taktu það Pro-license bara og komdu þér á bekkinn. Það eru mjög fáir sem að komast inn í Pro-license námið hverju ári. Já, 20. Er það svo margir? Já, og ég held að það sé bara 2 ára fresti, sko. Já, 2 ára fresti. Það er sem fara yfir í sériðilinn. Ertu að leita þar að vinnu, þá er aðeins eitt staðu til að fara á. Hvert er það? Alfreð. Það er Alfreð. Þannig að og Alfreð er að líka leita manni í Rosenborg. Þannig að þetta er búið að taka mánuð. Þetta getur til að ná réttri ráðningu, þá þarf ofta að vera þolinmóður. Hjálpar ekkert, þú veist, mitt ráð til hans væri kannski að ráða sem fyrst út af því að ég gerir ráð fyrir að Rosenborg sé núna bara á leiðinni til Marbella í æfingaferð í, þú veist, 4 vikur eða eitthvað. Já. Við sem fara í næstu viðureign sem við ætlum að skoða sem verður helgina. Það er Brasilia á móti Marokkó. Já, sá leikur á morgun. Það er ekki rétt hjá mér. Jú. Brasilia, ef við skoðum aðeins átræðsoddsana á mótið. Og þá er þetta auðvitað Frakkland og Spánn á Epic held ég að Epic séu með 6,10 á það. Já. En svo ertu með Brasilíu í 11. Er það ekki alltaf góð dýl? Hafið enga trú á Brasilíu? Nei, ég hef enga trú á Brasilíu. Með Ég hef með þá á líklega til vonbrigða, sko. Ég hef með þá og Þýskaland þar. Þýskaland? Já. Ég veit ekki, bara skoða bara miðsvæði hjá Brössum og farið bakverðina líka. Ég hef enga trú á það. Ég myndi ekki gafla þetta. Ég bara vonast til þess að, þú veist, ég vil sjá Neymar sem fyrst. Hann er eitthvað tæpur fyrir. Ég sé hann ekki verið með riðlakeppni. Nei. Heldur ekki til riðlakeppni. Nei, ég er bara minnst ólíklegt. Og hvort sé bara í standi líka til þess að hann er pottet ekki í standi, en hann getur alltaf töfrað eitthvað svona. Já, við sjáum til hvernig sér þú, Albert, hvernig það byrjar hjá þeim Brössum? Á Brössunum? Já. Sko, Alisson allir markinu og eins og við talum með bakverðina, Vesinn þar. Allir Danilo fara bara ekki í bakverðin. Og það er Mark Vinjós og Gabriel og hvað var að tala um? Bara Sandro. Já. Casemiro, Guimaras, Rafinha, Vinicius, Kontonum, Paqueta og Cunha. En það ekki. Þeir hafa líka verið að spila bara 4-4-2. Íkvæmt Tiago gæti farað hann upp. Já. Gæti hann unleashað Ederson á HM? Hann gæti farað hann í hægri bakkurinn. Gæti hann opnað búrið og hleypt Ederson sem verður alveg hleypt dýrin út? Já, í bakkurinn þá. Hann gæti gert það. Já, og overlúta þá miðsveðan eins og þið sérfræðingarnir kallið þetta. Brasilia hefur ekki tapað World Cup Opener síðan 1974. Sæll. 20 leikir í röð. Það er alvöru stat þarna hjá GB Stats þarna. Þetta var faglegu móli. Já, takk. Þetta var boltið með Gunnar. Alvöru móli þarna frá Gunnari Birgisinni og hinleikurinn í þessum riðli er leikur Haítí og Skotlands. Já. Sko, Skotar eiga mörg fyndin úrslit á HM. Það vantar ekkert upp á það. Þeir töpuðu náttúrulega þegar ég 10 ára með Costa Rica var síðan voru raskeltir á móti Marokkó 98. Það er, þú veist, þeir hafa oft tapað einhverjum alveg, þeir hafa aldrei farið upp úr riðlakeppni. Svo það sé á hreinu. Þetta er dauðafæri. Þetta er dauðafæri, algjört dauðafæri. Og ég meina eins og þarna, þú veist, af því að það er svo mörg liði þriðja seti sem að fara áfram að ég gerir ráð fyrir Haítí tapi öllu leikjum. Mér finnst það líklegt. Já, þeir vinna þennan leik og 3 stig og vinna nokkuð stórt þá það ætti að duga. Já, við erum svona að gera ráð fyrir að öll lið fara áfram á 3 stigum en já, þetta verður spennandi að sjá hvað Skotarnir gera. Í 83. sæti á heimslistanum FIFA. Ég held að, sko, það var viðtalið John McGinn, það sem hann sagði að vera varafyrirlið er þægilegasta gig í heimi. Og ég held að Hjálmar Jóhansson sé ekki sammála því. Hann veit hvað ábyrgð fylgir því. En haldið að Lóri Sjankland verði þannig í framlínunni hjá þeim skotum. Já. Hann er þetta komin til Rangers núna. Þeir fara bara eins og þeir fara bara í Mike Bassett-in. Það er bara 4-4-2. En á hverju kallar þetta ekki bara íslensku leiðina 4-4-2? Já, því ég meiri Bassett-maður. Hann byrjaði þetta. Íslenska liðin. 4-4-2? Já, það er íslenska liðin. Bara þannig var velgengni Íslands búin til, sko.
En svo skemmtikraftin Grant Hanley virðist vera að fara byrja í þessi skóskali. Ég myndi valda hann í hótnum. Bara valda hann almennilega. Því að hann til alls líklegur í hótspytunum. Morgundagurinn fyrsti 5 leikja dagurinn ef við tölum Bandaríkin Paragvæ sem í raun og veru part af morgundeginum. Já, ég ætla nú að kafa það sem part af deginum í dag. Já. Við skulum að kíkja þangað í D-riðilinn einmitt. Það svakalegur riðill. Já, það föstudagur í dag og þegar það gott viður þá gott að borða eitthvað létt. Þá auðvitað þorsnarkarnir góðu frá Samherja. Það ekki betra en góðu fiskur eins og Snorri Steinn sagði. Það líka frábært á grillið. Maður ánáttúrulega bara að grilla allt saman. Kanarnir, Bandaríkjamenn, það mikil jákvæðni þar. ESPN var að skrifa grein 13 ástæður á hverju Bandaríkjamenn geta orðið heimsmeistarar. Gætu við séð styttuna vera á leiðinni til DC? Mér finnst það ólíklegt. Nei, við erum ekki að fara að sjá það. Já. Manstu eitthvað ástæða á svona lista? 13 ástæður? Nei, það voru fullt af góðum ástæðum. Heimavelli, það er ein. Lítur nummer 1. Kláraði þetta á MetLife. Það sem mjög jákvætt fyrir þá að Chris Richards mætti á blaðamannafundi í gær og deklaraði sjálfan sig fit til að spila. Já. Varnarmaður hjá Crystal Palace sem að þeir eru alveg svona temmilega þunnskipaðir í vörninni en eru með fína leikmenn fram á við, þú veist, Balogun, Pulisic, McKennie á miðjunni, þú veist, þetta fínt lið en ég held að þetta verði bara mjög jafn og spennandi leikur á móti Paraguay. Já, ég sammála því. Líka sterkir á miðstöðunum með Tillman og Tyler Adams. Þú varst nú að tala svolítið upp þína Paraguay-menn, Hjörvar. Já. Það eru svolítið svona motherfuckers. Já, Julián Sísú reynda meittur núna síðan við ræddum saman. Já, ok. Þorramadurinn. Þetta verður leikur sem vinst með einu marki. Pæliði hvað það þreytt að meiðast í síðasta æfingaleik fyrir leik sem skiptir engu máli. En samt sástu þegar Íslandi, Ísak taklaði McAllister, þá var ekki eins og þeir orðið eitthvað æstir. Nei, þeir virtist ekki vera að pæla mikið í þessu. En sko, þeir lögðum mikla áherslu á að Kanarnir að Balogun myndi vilja að spila fyrir Bandaríkin. Nú, þú veist, þetta ágætlega, þú veist, með Dest og Robinson í wingbacks eða svo hvaða system hann velur, hann Pochettino, hann og nokkuð flexible þjálfari. Ég held þetta að vera saman. Verður Matt Freese í markinu eða? Já, maður sér hann allavega að þeir stilla hann þar upp í líklubyrjunni. Kóngurinn ekki? Nei. Kóngurinn er að hvíldur í þeirra kemni fyrir því. Já, það hvað heitir hann áttur? Matt Ryan. Nei, Turner. Matt Turner, já, Matt Ryan er Ástrali. Þannig að, já, og hinleikurinn í þessum dauðariðli, D-riðlinum, það er Ástralía Tyrkland. Þú ert að kalla þetta dauðariðli? Já, hann heitir bara D-riðl. Já. Make a sense. Ekki Tyrki bara að fara að jarða á? Eða, sko, Tyrkirnir, það lítur svo vel út á pappír, svo sér maður að spila, þá er þetta bara ekki alveg spennandi og mann finnst það. Nei, það er þessu umspilsleikir hérna á móti Rúmeníu og Kosovo sem sýttir svolítið í manni. Já. Nei, ég held þessi ekki að fara að gera þá. Ég er að segja á hann, Ástralía, þetta stemningslið. Þannig að þeir eru eftir að gefa leik. Vitið þið hvað ég væri til að sjá? Ég væri til að sjá Ástralía liðið taka Hagadansinn fyrir vinstu alltaf. Það væri frekar Nýjason. Er það Nýjason sem er því? Já. Er Ástralía? Já, ok. Þessi Hagadans komur svolítið skemmtilegt. Það er Nýjason. Þessi Hagadans poppaði upp og var eitthvað svaka trend. Áka Hemmi Hreiðar sem var að þjálfa Fylki og herrakvöldi Fylkis að reyna að taka þetta bara upp á pontu með tróðfullan sala, blindfullum mönnum meðal aldrei var svona 65 ára og hann endaði bara einn á hlana. Það var að vandrast sem ég sé, sko. Tókst ekki með þá tíma sér? Hann reyndi að fá okkur til að læra þetta á okkur 5 mínútum, sko. Jú, við vorum bakvið að gera þetta hana. Við vorum að fara að horfa á rugbyið þá. Það er þetta mikið í gangi. Já, við gerum svo sem ráð fyrir því að ég gerir ráð fyrir að Kanar vinni samt Paraguay. Ég held að myndi líka kveiki mótun ef að Bandaríkjamenn gangi vel. Já, klálega. Sko, það verður reyndar áhugavert að sjá ástandi í New York ef að Knicks klára sitt. Því að þetta er að fara að vera hörmungar fylgifiskur íþrótta, allt þetta ofbeldi sem að fylgir velgengni. Ég sá, þetta er Maður er búin að sjá myndir frá New York og þetta er bara eins og einhverju bara
Ég veit ekki hvað í gangi það. Já, ég sá, hvað er allt crazy upp þessum körfubolta? það var einhverju gæjar hérna eitthvað að hoppa upp á bíl, hérna á leigubílum eitthvað og smalla það Það er og bara voru verið að flagga hérna einhverju kveiki í fána öllu sem og- var ekki bandaríski fánin en hérna bara mjög skrítin hegðun það hlýtur að vera Sáum þetta líka í París Já. þegar að þeir voru búin að vinna hérna annar ári í röð Já. þá Ég skil það ekki, bara ég vann í það var kveiki í ykkur. það væri ótrúlega skrítið einhvern veginn að Tindastóll myndi vera Íslandsmeistar og ég myndi fara niður í Steinull og kveiki henni þú veist það væri bara ógeðslega skrítið þú eru þeir afhausar og færir eitthvað að fykta í reykjunni já, ef ég fari niður í dögun ef myndi fara niður í dögun og vera að rústa einhverjum síðasti maður sem ætti að gera eitthvað af sig í dögun og helvits vargurinn það er að ég hef það nú bara beint frá framkvæmdastjóra það er nú bara þannig held ég skoða líka hérna eriðilinn þar sem að Þjóðverjar taka á móti Curaçao og Fílabeinsströndin á móti Ekvador það er hættulegt í svona riðlakeppnum að það er allir að targetabla Curaçao-leikin bara, það er leikurinn sem kemur okkur áfram Já. þegar það er samt refur að stýra Curaçao sko, Dick Astolkat elsti þjálfari í sögu heimsmeistarmótsins hann náttúrulega tók svona eldgamla að kalla að teikja á þetta, hann hélt svona á nafninu sínu það er allir að segja nafnið sitt eins og Hjörvar Hafleðarsson og hann sagði, you can already see my name you can see my name hann vildi ekki það að segja hann why, you can see it sjáum við ekki ein óvænt úrslit hjá Curaçao Er það þá ekki líklegast að sé fyrsta leik? nei, ég Heldur ekki, heldur að það sé of er að sjá fyrir Of mér einhvern tense. veginn Fílabeinsströndina renna kannski á rassan á mótið þeim. ég var alltaf bara að vonast til að Prins Rækumar er þið óvænt kallaðar aftur í hópin það var eini maður sem ég vildi sko, Hæti eru neðar heldur ykkur að sá að heimsastafíla já Þú sjá að 80. öðru seti. já, ég held að Hæti sé 84. eða 3. Já. Þið kom inn í þetta mót með 2-0 tap á bækina mútið Kína, 5-1 tap mútið Ástralíu og 4-1 tap mútið Skotum. Já. Þið kom á flugi. Það er svo áður við hittust hérna næsta á mánudagsmorgun þá er það Holland í Japan er það ekki alveg örugt hjá mér það er áður við hittust og Svíþjóð Túnis líka Já. þannig að Holland í Japan verður Það er mjög geðvöguleikur. Það er geðvöguleikur. maður var einhvern veginn búin að fjárfesta í þeirri hugmynd að þetta væri allt svo leiðilega leikir í riðlakeppninni þetta er bara það er valla leikur þarna sem maður vill missa af sko. það er þarna Hæti Skotlandi er svona, þú veist, ég við ég er bara Norvan já, en þú veist, Katar Sviss er ekki alveg kveikið mér. Mér finnst ekki leiðilegt að það sé 19-0 leikur. Svissararnir, er það ekki En Katar Sviss. já, Við getum Já. reynd að gera allt sexy en Já. ég held að það sé ekki hægt þarna. það held ég, nei það er pínu erfitt ég skal við kynna það já, herðu 1,04 á Þýskaland á móti Curaçao má ég aðeins á tjattið áður en ég fer í Kia uppgjörið mitt má ég sjá hver kæmist í landsliðið Dóttur fútból Býtu, það veit ég hvað hann á við Magnús þarf að umorða þetta já, ég skil ekki alveg hvað nú eru margir landsliðsmenn á leiðinni í sjálfskipað hristingsbann meðan á HM stendur verður eitthvað svipað á teiningnum hjá okkur fjölmiðlamönnum spyr Þorvaldur Freyr við slum fara úr vitlusinu og fara í Kia uppgjörið gerum upp hennan fyrsta dag þennan opnunar dag hver á bestur fyrsta daginn á HM verður ekki að fara til Kóreu eða? Sko, eða hvað? mér varst Quinones mjög góður. já, En Marko Stóðsending, ég endur komið sigri. það er erfitt að taka það er ekki erfitt að pikka það á honum? Jú, verður ekki Hwang að taka þetta? In Hwang. Já. Leikmaður Feyenoord sem að vann aukavinnuna á æfingarsvæðin og er uppskera núna þá er það þjálfarinn er það ekki, fyrir ekki bara til verður ekki að kóreski þjálfarinn þó að þessi sami leikurinn þá verður hann ekki að fá þetta Ming Bo Hong því að hann var undir tekur Já. sonn út af já, Já, alveg hræðið þar. Jú, hann tekur þetta. það er svo bara þægilegu búðingur Já, það er sétól. það er greið shit Sétól. ég finnst samt hérna já, það er að dómari var að kynna niðurstöðuna með seinnaræðarspjaldið Það var í brasi. það er algjört bull að láta á að tala nei, Þeir eru bara mér að finnst, sýna. mér finnst þetta geðvikt það er bara algjört bull mér finnst þetta geðvikt af hverju finnst þetta geðvitt hann kann ekki ensku nei, en þú veist,
Ertu ekki bara búin að preppa þig? Bara eins og þegar maður fór í munnlegt próf í þýsku í Galanda? Já, ég myndi að við varum að dæma í Fraklandi, myndum við, þú veist, franskan bara mjög erfið og svo bara margar milljónir út í heimi að horfa og ég ætti eitthvað að fara að koma með eitthvað frönsku. Þetta enska. Já, það bara alveg flókið fyrir þessu fólki. Já. Það alveg rétt. Segðu við Carlos Tevez, þetta bara enska, þetta ekki mál fyrir þér. Það Antonio Valencia, þetta bara enska, hvað að þér? Þú búin að búa þannig í mörg á. Guðmundur ekki. Hjörfi, ert þú ekki alveg klári í þetta háa með það? Veistu bara, tuð öll. Nei, þetta bara fáránlegt að láta þetta mann sem kann ekkert í ensku vera að gjamma á ensku. Ertu sammála með? Já. Ég held að þetta sé hækkandi aldur líka. Nei, það bara pyrra maður margt eða maður. Ég þarf að koma í því smá peptides. Já, það að þú getur reddað því, þá væri það vel. Þá væri það frábært. Já, 7-12 greið var svo sísti. Hvað var líklega mark þessa fyrsta dags? Karlsberg líklega. Ef Karlsberg skúruðu mörk, þá var það líklega bestu mörkin. Sko. Hvaða mark svona heillaði? Verður við ekki taka skópluna sem hang? Já. Það var svo fínt. Já. Það var svona, mér fannst þetta ekki einhver klaufaleg skópla. Ekki. Mér fannst þetta virka á mig eins og bara svona eins og maður sem hefði gert þetta áður. Já, það er líka verið að gefa hann það sem hann gerði á undan. Hann var yfirvöður, hann var kaldur. Færa hann yfir að hægri. Höfum við ekki séð Van Persie skora svona? Þeir eru nú mikið að vinna á æfingasvæðinu. Þetta Persie dæmi. Það ég að veltaði fyrir mér hvort þetta geti ekki verið bara beint úr hans bók. Þannig að, já, slum aðeins halda áfram. Haldi ég að ræða fyrrum þjálfara í félagsliði. Meira hlutana. Já, sem nýbúið að reka, eins og Sigur Hetjast. Það er nýbúið að reka hann, sko. Já. Já. Það er 19 stigum eftir fyrsta sætinu, sko. Já. Herru, ég ætla að fara hins vegar annað. Ég ætla að fara í smá smass eða pass. Ok. Aðeins í smass eða pass árin fyrir íslenskt. Smössum, pössum, smass, gula góða namið frá Norðmönnum. Já. Þegar að ég segi smass, þá segir Gunnar Birgisson yfirleitt pass. Nei. Strákar mótróið þarna á háu stigi. Kai Havertz yfir 3,5 mörk, smass eða pass? Já, það er smass. Það er allir hérna á því að þessi smass. Kemur feskurinn í móti, við erum á vítunum. Já, við erum á vítunum, það held ég að verði krúsjalt. Afrikulið í 8 úrslit, smass eða pass? Afrikulið í 8 úrslit, smass eða pass? Ég ætla að segja smass. Ok. Ég held að verði Marokko. Það Marokkómenni verði aftur öflugir. Sko ekkert Afrikulið hefur unni meira en 2 leiki í útsláttarkeppni. Akkurat. Ég ætla að segja pass. Ég myndi fara Marokko líka, en Akkur ekki Senegaland? Ja, þú varst að tala Senegaland áðan. Já, ég held ekki að þetta fer í 16-lega, ekki 8-lega, ekki allavega 8-lega. Ok. Marokko, Aguert var að draga svo drópnum og... Heimaþjóð í undanúrslit, smass eða pass? Pass. Báðum með pass. Já, hart pass. Já. Sjáuð ekki Bandaríkjamenn með stjörnunar á fánanum? Nei, ég myndi ef að tippa annarkvort þess að liða, þá myndi ég að segja Mexiko. Ég myndi segja Mexiko. Engin trú á Kanadamönnum? Nei. Það er 17. júní, þarna, það er hátíðisdagur víða í Kanada. Kanada, ég hugsaði ekki sinni út. Nei, alls ekki að trúa þeim. Ég er að fara með Hjálmari núna til Kanada, áður við förum til Miami. Já. Það voru margir í bekknum hann sem að flúðu Ísland og fóru til Vesturheim og ég held að hálfu bekkurinn hann séð þarna í Manitoba. Þannig að það verður ábla gaman fyrir hann að mæta þóka. Svo er það Inter eða Bayern verða 100% með mann í úrslitareiknum. Smass eða pass. Inter eða Bayern? Hafið ekki lesið þetta? Hvað er það alltaf eitthvað sem að gerist? Það verður alltaf með leikmann í úrslitaleik. Ok. Inter er náttúrulega með Martínez, sem er líklegur til þess að fara. Það er samt, ekki miklu að trúa. Bayern náttúrulega með Olise. Já. Bayern er með Harry Kane líka. Það er engin spámur í þetta. Sko, ef við bara förum með þetta, 82 var náttúrulega haugur af leikmannum, þú veist, Bergomi og Rúmenek náttúrulega í Inter, nei, í Bayern þarna á þeim tíma. Sko,
86 var náttúrulega Rúmeninga í Inter, Mattius Hönessin allavega í bæinn, 90 varstu náttúrulega með allt þetta galleri af Inter-leikbunum í Þýskalandsliðinu, Ágentaler og Köhler og Reuter hinum einn. Mattás í Inter, já. Og ef við förum bara aðeins nær, þá var það til dæmis 2010 var það Wesley Sneijder auðvitað og svo Mark van Bommel og Robben í bæinn. Já. Og 2018 varstu svo með Brozovic og Perisic í Inter, svo Tolisso inn í bæinn. Og svo síðast varstu með Lautaro Martínez í Inter og svo Upamecano og Kingsley Coman. Er ég að gleyma einhverju Spánverja? Spánverja, já, Það er ekki Spánverja í Inter. Og, nei, ekki í... Smass eða pass verður Inter eða Bayern maður. Ég ætla að segja pass. Ég ætla að segja smass. Það verður, ég held að Frakkland fari í úrslitaleikin. Það verður Frakki hana. Hvenær varð Arsenal-leikmaður síðast heimsmeistari? Var það? Eða bara... Þegar maður felldi þarna tár í Katar með bútsjörnum, áttum þarna einlega stund á vellinum. Línu sæl. Er það 98? Nei. Henry? Það þurfa að fara 98. Nei, það fyrir ekki svona langt tilbaka. Ég meina, pottet, Sesk 2010. Nei, var hann farin þá eða? Ekki Sesk Fabregas 2010? Já, ég var bara eitthvað Frakka. Fabregas? Nei. Það lítur að vera einhver eftir það. Eftir það? 2014 einhverju þjóðveri. Podolski. Mertesager? Já, getur verið. Já. 2018. Já, 2018 hvað, eitthvað Frakki? Nei, við vorum ekki með marga sterka. 2014? Já. Var það, hver þá? Ég það Mertesager? Já. Ok, ég var ræðið að vera gerfugrindina. Einu gæðin sé alltaf við með þér að vera, Mustafi. Kóngurinn mann þetta þá. Þetta var geggjað. Flott smass eða passa bæ. Voruð með smass eða pass fyrir mig? Hvort það verði Inter og bæinn? Já, ég sagði pass og Inter og bæinn. Frá báðum liðum? Já, þannig er þetta. Absolutt pass. Okay. Var Markus Thuram í hófnum? Já, franska landsliðinu? Já, báðum liðum, já. Það er smass. Held ég. Já, Mosó-brósinn horfur upp í lofti, hann heyrir í flugvél. Þetta heyrist nú ekki oft í Mosó. Og skilur ekkert hvað er í gangi. Hvað þá, Sauðárkróki? Já, það er flugvöllur hérna 5 mínútur frá. Og þannig er þetta bara. Nú fara aðeins í íslenska boltan, það er auðvitað spilað í bikarnum í dag. Við skerum það með kjarnafæði, nóg að vera þar heiðarlambið aðeins dýrara, en lambið er á heiðinni og að borða sitt gras og þannig við viljum hafa það. Er það ástæðan fyrir þetta heitir heiðarlamb? Já, og því að það er upp á heiði og er að japla. Já. Japlagrasið góða. Herði Ægir Breiðablik, stórleikur þar fyrir ægismenn. Bara örstuð vera ísi fyrir blikana. Nei. Blikar á grasi. Þessu grasi líka, vel loðið. Þetta verður alltaf erfið leikur og líka bara, það er bara komið tíminn til að blika, gera eitthvað þessum blikar. Hins vegar hafa ægismenn ekki verið eitt sérstaklega öflugur á heimavelli í ár. 4 leiki í deildinni, tapa 3 af þeim. En þetta verður alltaf erfið leikur. Við sáum blika móti Keflavík úti í deildinni á grasi. Þannig að þetta verður hark, en ég held að Blikar klára þetta. Nenad Sivanovic auðvitað vinsæll hjá Blikum. Það var gaman að sjá hann mæta sínum gömlum félögum þarna og svo er það kvöldið, þá er það Víkingur og Skæin Víkingur, það er alveg leikur. Það er alveg leikur. Rísa leikur. Já, það er alveg áhugavert að fyrirfram eru Víkingar taldir alveg svona miklu sigurstrangleri. Þú veist, 1.42.6 heimasigur hjá Skaganum móti Víking. Þarna getum við alveg séð óvænt úrslit. Það er alveg klart mál. Þetta verður fullkomin kvöldstund á Skipaskaga. Með þetta veður, ég gerir ráð fyrir að vera kjaft fullt á leiknum. Föstudagskvöld. Þetta er Karlsbergleikur. Þetta er ekta Karlsbergleikur. Ég tek Kongi með mér, ég tek Bjarna Guðjóns með mér upp á Skaga og við lýsum honum á Rúvappinu. Já, gamla aðstoðarþjálfara Víkinga. Já, gamla. Hann er það. Já. Ég fór hans að skoða þetta, því ég er alveg sammálaður. Þetta verður, það gætum alveg að segja eitthvað óvænt hana. Ég er ógeðslega spenntur fyrir þessu. En svo fór ég bara að skoða, hvenær tapaði sérst Víkingur leik bara heima. Það er 10. ágúst, þeir eru töpum undir Stjörnunni. Þetta eru 20 leikir síðan, 18 sigrar, 2 jafntefli. Þú veist, í bikar og deild og síðustu 6 leikir,
alltaf 6 sigrar, marktal 23-2 Já. það rosalega erfitt að veðja gegn þeim Og sko, það sem líka í þessu, þeir fá heldur ekki á sig færi. Nei. Það er bara, þú getur skoðað XG á móti og þú getur skoðað touches í vítateig og þú getur skoðað skota á það og eitthvað svona. Þeir fá bara ekki á sig færi. Þeir eru svo massífir. Já. Þannig að það verður frólægt að sjá. En þetta er bara að skreppi leikir hérna móti í á græsum. Þetta var sko 0-1 í fyrra. Svona yðnaði sigurinn eftir skellinóndi Brömbi. Það er svona kveikt á þessu rönni. Leit vinnir 24, það er Djúrinsmarkið. Og leitum á undan þar var 0-1 víti. Þannig að þeir hafa verið í brasi hana. Já, það vinna samt alltaf. Það vinna alltaf. Það finna alltaf leið. Þeir finna leiðir, víkingarnir, það eru tveirleikir í bestudeildinni á sundarskvöldið. Ég ætla að minna á það að við ætlum að leyfa einhverju sem fólki sem að skráa sig inn á póstlista hjá Bræðinu Ormsson að sitja með okkur í Ormsson á þriðjudagskvöldið. Þar ætlum við að horfa á KR, eða Víking KR og svo Frakkland Senegal á sama tíma. Það verða þarna á tilboð á sjónvörpum og mikið fjör. Karlsberg sjáum að það verði gaman hjá okkur og endilega farið inn á postlistan hjá Ormsson. Gerið það bara inn á ormsson.is og þeir geta horta á þetta í Ormsson. Það er nú þegar stapp uppselt á leikinn. Ég er að segja það. Það er svona ákvað við að búa til einhverja stemningu í kringum þetta verður rosalegu leikur. Hvað ertu samt með fyrir mig á sunnudaginn, Albert? Erum með 2 stóra leiki í sunnudaginn í neðrulutunum. Keflavík FH. FH verða að fara að sækja sigur. Við erum búin að tala um það. Núna eru þeir á þessu leikjarrönni. Það sem að þeir bara, ef þeir ætla að vera á lífi, þá þurfa að fara að sækja sigur. Keflavík hins vegar alvöru skellur, alvöru magalending í síðustu umferð eftir góða byrjun, það töpuðu 6-1 um IBVF og svo fórhaldið að sjá hvernig þeir svara því og svo er það Þór Akureyri IBVF það er Siggi Höskulds, það er komið smá press á Sigga Höskulds og bara svolítið vesen á hópnum, þú veist, þeir náttúrulega missa að tanga Háland er farinn sko Grego í banni og Affi fann að æfa með öðru flokknum ég hef aldrei heyrt þetta er þetta hægt á Íslandi? Þú sér þetta úti að menn er að hendi í, þú veist, 23, svona, reserve team. Eftir að Hallgrímur Mar hendi þrefaldan Bruno í smettið á Þórssonum í nágrannaslagnum, þá hefur bara allt hrunið hjá Þórssonum. Hann tók hérna, þú veist. Hann tók náttúrulega Kunja. Hann tók bara þrefaldan, tók Kunja líka. Það er bara eins og hann hafi bara... Hann bara braut þá. Slagt í það. En þrítur Affi að með öðru flokk. Ég veit ekki alveg, er þetta eitthvað agadæmi þá? Þetta er eitthvað agadæmi. Já, ok. Ég meina, hvað er ekkert annað sem kemur ekki hérna. En væri maður ekki shit að vera að refsum fyrir að hafa með mér ef ég var í öðrum floknum? Ég er bara mjög hrættur pirraður Affi á aðeins með öðru flokk. Þetta er bara svona svipað, þú myndir hafa þér svo fíbl og ég myndi setja þér, þú voru í hæ hérna í 2 vikur. Verður þar þarna með þessum sveppapervertum þarna og... Já, ég myndi að þú aldrei tekið mig aftur auð. Nei, ég myndi aldrei fyrirgeða. Já, ég myndi segja þér, farið í Kakó-kastalan, þú var ekki að vera í Karlsberg-kastalanum, sko, það er alvöru kastali, sko. En Þórsarar eru að reyna, þeir eru búin að bjóða þarna vil samning. Já. Og alveg bara góðan samning. Og það sem heyri líka að þeir tala við hann eins og þeir reikni með Aron Einars að koma. Þeir að nota Aron Einars sem gulrót. Decoy. Já, decoy. Já. Maður hefur heyrt af fleiri leikmönnum sem að þeir hafa verið að reyna við sömulegis. Guðmundur Andri verið nefndur sögunar. En svo er líka bara Gæti ekki Aron Einar farið bara á Vestfirðina? Vestra, því hann er nú Vestfirðingur. Hann er Vestfirðingur. Það vissu það ekki. Hvað þá í í móðurætt, vantilega. Já, eða hvað? Ég er bara, þeir segja að allir Vestfirðingar við mig og hann sé Vestfirðingur. Er það svo? Já. Okay. En fjölskyldan bara búið á Akureyri einhver tíma. Það er passað þessar pælingar í mér. Ekki bara að gera þetta í steinsum. Nei, ég hef heyrt þetta, þessu verður slegið í en þessir, leikir á sunnudaginn, gaman að fá þetta aftur í gang, veist bara löng pása í deildinni. Svo er náttúrulega einmitt Breiðablik Stjarnan síðan á þriðjudaginn og svo Víkingur KR og það er bara Já, það er náttúrulega Þetta er svakalega dagar. Fylki Grótt á morgun. Fylki Grótt á morgun. Flókin leikur fyrir Hjálmar. Og það er eins gott að Fylkir lendi ekki undir í svona leik. Með vitalið á Orra sem þú tókst þaðan. Þessi leikur vinstaði hvaða lið skorur undan. Sami Síko, veitu vita hvenær þú kemur með Matsson Fylkistreyju til að hafa upp í Skalla Árbæ? Herðu, já, eina áritaði heima. Já. Ég skal bara fara með nákvæð. Áritaði af sjálfum þér?
Nei, öllu liðinu. Já, öllu liðinu. Öllu liðinu. Við erum með Óla Stíks, við erum með alls konar, Finn Kolbeins á þessari treyju, negluna það. Hver var að spyrja þessu? Hann Sami Siko, kallar hann sig á, sem er alveg geðveikt nikk, sko. Alveg Kings í. Bergur Logi Óðinsson, það er minn maður hann. Ég hendi sér í skalla. Óli á það skili, Óli í skalla. Hann er í mínútu að búti hambúrgarna það. Ég segi, hvernig fer þessu? Endur bara inn undir. Hann er klár. Þetta er snillingur. Þetta er gammalt brandar úr Spaugstofunni. Það? Já. Það var þessi hérna. Það var rafmagnsleysi og þá var maður að kenna hvernig maður átti að gera. Þetta manni þótti alveg geðveikt fyndið. Þetta var 89 stuðinni. Já. Það drottaði Óli aðeins í álutíðan mér. Þetta er gammalt brandari. Þannig að... Maður alveg endurnýta brandar. Já, maður alltaf endurnýta brandar. Reyndar fyrirgefðu þetta. Og ég er ekki með neitt betta hérna því ég er ekki tengd við tölvuna. Þannig að ég ætla að fá að bara með Sútöp Reykjavík vinum okkar. Þeir eru nú með allt fyrir sumardressið, fyrir þá svona leiðin í brúðkaup og annað slíkt eða sem gestir eða hvernig sem það er. Þeir eru að fara að dressa mig fyrir mitt brúðkaup. Öðlilega. Já, þeir bara er besta. Ég er besta. Og ekki, ætlaði að kenna þær að gera bindisnút. Þú ert maður sem kannt ekki gera bindisnút. Nei, ég kann ekki allt undir. Sko, hérna. Ég er í Vindsornum. Vinnar og lúsirar. Tvöfaldur Vindsor. Tvöfaldur Vindsor, já. Hvað er það? Það er bindisnútur. Hættu þessu. Við erum á tíma. Þannig að ég ætla að fá vinnar og lúsira með vinnum mínum í Súrab. Já. Vinnara. Ég ætla að velja vinnara. Já. Það er minn maður í Samfylkingunni og fyrir markmaður Logi Einarsson. Því að hann ætlar að hætta þessu bulli að láta hlaðvörf skrá sig hjá þetta er minn maður, sjá þess að markmenn standa saman. Þetta eru risastóra fréttir. Ánægður með hann. Hann er gamall kýper. Held ég að vera magna og svona, þetta er kóngur. Það eru djöðlir ánægð með þetta. Ég er alltaf að fá okkur frá Ísland.is eitthvað út af þessu. Já. Aldrei að skoða þetta. Það er gott að ég þarf það er típiskur Albert. Ég elska þetta. Fæ ég þá sektina mína endurgreita? Er ég með sekt að binda? Ég er búin að borga. Ég hef engin borga herri sekt til fjölmiðlanefndar en ég. Ég spáði ekki til fjölmiðlanefnd. Hvað er þetta að pæla? Já, geðveikt. Takk fyrir þetta, Logi, love you. Logi Einarsson, maður bara vissi ekki, I wasn't familiar with your game, sko. Nei, ég verði ekki mikið meiri sigurveri heldur en þetta. Já. Maggi Már. Maggi.net. Og Birki Már. Er ekki fótbolti.net vinnir fyrir að bara, þeir eru með fara að bjóða upp á nýjan feature og áskrift og meira in-depth. Ég er búin að vera aðeins að skoða þetta fyrir Matti Dalmæ, en náttúrulega vinnur. Þessi endur koma. Já. Mér langar að hrósa hérna Birki Bullis, sem er fitness-þjálfari Þorláks. Þetta er ekki gott lið, en þeir voru 5-0 undir á móti Skallagrimi, en þá hann er bara búin að vera að vinna í fitnessun á liðinu. Þeir jöfnu 5-5. Hvað voru Skallagrímsmenn að gera? Þeir eru 5-0 undir. Nei, sko í seinni hálfleik. Þegar öll lið í 5. deild hætta að æfa, þá sprettir hjá. Þá skila vinna sér. Það er rosalega. Menn byrjar að reyma sér skónu eftir að ég veit að taka smá. Alltaf 8 ánum. Þetta er rosa. Ég sá bara 5-0 í hálfleik og ég sagði, Siggi Hjalta verður rekin núna og allt í voli. Nei, 5-5. Er þetta gæði sem var í Val? Var hann í Val? Quintero. KH. Þetta er markavelin og KH. Er hann uppalinn í Val? Já, einmitt. Ég skilði samt að það var aldrei það. Hún nafnið. Maður hugsa strax, Valur. Þetta var snild fleiri vinnarar í þessu, ef ekki segja Gianni Infantino. Fórsetið FIFA, bara frábær byrjun á mótinu. Bara einsmestarmótið, vinnur. Hann var þetta er eins og ég held að Gunni hafi sagt að ég drættir þetta Trump Infantino, þetta er brómansi sem við vissum ekki að við þyrftum. Þeir eru æðislega, þeir eru svo miklu vinnir, alltaf lækundegin, út alltaf hlæjandi, alltaf gaman og alltaf þessi kærleikur sem að, hvað er þitt uppból svona brómans fyrir utan þetta? Þetta minnir svolítið á okkar samband. Það er annar þarna sem er svolítið ríkjandi og hinn er svona væflast aðeins þetta með. Já, held ég sko, eigum við einhverja fleiri vinnir? Eigum ekki að segja að Fossin fyrir skemmtilega byrjun? Og Blöndal. Gaman að kíkja þangað. Ég meina, New York Knicks eru náttúrulega vinnarar, þú veist. Þeir eru, og Jalen Brunson og Anunoby
sem að setti sigurkörfuna í síðasta leik bara að gera þetta mjög vel en það að San Antonio Spurs í þessari stöðu með hvernig leikindir hafa spilast þeir voru náttúrulega, þetta held ég stærsta deficit sem að lið hefur komið tilbaka úr í finals 29 stig held ég að hafa verið sem að San Antonio var yfir. Svo það auðvitað sómalski dómarinn sem fær núna að dæma. Hann fær Supercup úrslitaleikin. Seferín var reynd að ná höggi á FIFA. Já. Og þetta verður, það alveg kuldi þarna á milli FIFA og UEFA. Justin Trudeau fyrir forsætisráðherra Kanada vinnur líka. Hann mætti með Katy Perry á einhverja opnunardæmi fyrir hún náttúrulega að syngja í kvöld á fyrir leik Bandaríkjanna. Svo hann ekki að syngja í gær líka? Opnunarhátíð þar. Já. Var hún í gær? Já, ekki. Er hún ekki í kvöld? Okay. Já, ég þekki ekki. Herri, við slum fara í neyða já með Einar á. Já, ætlum að maður svolítið nakinn þegar manni við ántar beddana sína, en þetta nú fyrsti þátturinn af góðan daginn Epic America. Ertu búin að kynna þér dock-tilboð 20 verða 100 inn á Epic. Katy Perry og Future. Future gæðinas Hjöros. Já, Future rappari. Já, ég veit það. Herðu, maður sjá, neyða, já. Kíkjum á þetta með Einari á Dalvi. Verðum við ekki að fá bedda? Já, en þú veist, hvaða bedda viltu? Walking on a Dream eða ekki? Það ekki tölvun ekki tengt. Er ekki hægt að tengja það? Nei, okay, já. Ég þarf að gera oft svona eitthvað við þig. Hættu. Krakki. Sko, Hrafnkell spyr þar sem Albert fjölskyldumæður og fara að gifta sig, hversu graður var hann eftir kippu og 2 mango tango á B5 í præminu? Það gat verið. Mjög svo. Mjög svo. Já, mjög svo. Já, segðu bara já. Já. Hér er spurning, bið fyrirfram fagleit, leikmenn Arsenal yfir 10 mörg á HM. Ha? Er það neyða já? Total. Total. Já. Við erum talað Gabriel, Jókeres, Havertz, Inkampi. En þetta er yfir 10. Er það ekki? Já, ég ætla að segja yfir 10. Sammálaði, ég held að vera yfir 10. Já. Þetta er góð spurning samt. Margir leikmenn. Eru Bjúu herramannsmatur? Bjúa uppstúr, já. Klálega. Klálega. Maður sjá, það er þessi blöð ást á Steven Seagal, eitthvað það ruglað sem maður er reynd. Þetta er mjög góð spurning. Ég ætla samt að segja nei. Verður lengjudeildar slagur í byggarúrslutum? Í byggarúrslutum? Já. Nei, held ég ekki. Nei, tvölið. Nei. Það er eitt lið í úrslitaleiknum. Er nýtt slagur þú verður að sýna hvað þið getið með boltan á netið? Er það nýtt? Þessi bara heldur. Það er engin fótbolt á netinu. Eða þú veist, hann verður líka þar en líka í appinu. Náðu fóreldrar Hjörvars að finna opna líkin á? Nei, þetta var fyrst skiptið sem sá hann ekki. Það var eitthvað annað í gangi. Er AI búin að powerranka utanlandsferðir doktorsins í mæ? Nei, en ég er að vinna í því. Já, powerranka. Veistu hvað? Ég veit hverju nummer 1. Er það ekki United Liverpool? Hvað, ætlar ekki powerranka þetta? Ég er að vinna í þessu. Var ekki sitt í Arsenal í mæ? Nei, það var í apríl. Hann var í apríl? Ok. Þannig að hann er ekkert að þinni. Nú verður Gunni búin að ná að bæta vallametti í lók sumars á sínum æskuslóðum í Moskvu. Nei, ekki fræðilegur. Maður sjá Dr. Fútból með 66 vandamálið, Loving Bad Bitches, Is That a Fucking Problem? Sigurður Nóri Ríkars og þetta er alltaf allt mjög eðlilegt. Já, nei þar. Herðu, já, byrju strítbólmótið. Nei, ég meina það verður væntanlega ekki. Húrra er ekki, ég veit ekki hvað ég á að finna á með spjarir lengur. Nei. Það er, við finnum 66. Já, við getum verið þetta. Út við fyrsta fötin. Nú, hvað er meir í þessu? Það er eitthvað neðar þarna. Já, hendar spurningum. Þið Gunnars, hver fasti gestum doktorsins heldur þessi sneggstur að beita og hvað er þann lengi með bjóðið? Ég er svona, þetta sé ég. Nei, þetta er til þín spurningin. Hver heldur þessi fljótastur? Já. Að beita? Já, er ég ekki fastagestur? Jú, en hann er vantilega að spyrja einhvern annan en sjálf. Já, annan en mig. Snýst ekki allt um þig í þessu lífi, sko. Nei. Sko, ég ætla að segja Hjálmar. Já. Ég ætla að segja Hjálmar. Já. Ég hef alveg séð, þú veist, gæin er ekkert eðlilega duglegur, sko. Þú hann finnist gott að það sofa stundum úr daginn.
Tilla sér á bekk. Já, og hérna horfa á sjónvarpið. Hann var spurður að því í FNÍ blöð þegar hann var með þessi og þá spurði Öddi, hvernig er venjulegu dagur hjá þér? Ég stundu bara heim að horfa á sjónvarpið á daginn. Já, tekur svo 1-2 tíma. Nei, kannski svona frá 9 til 3. Hann viðurkennir þetta. Sko, ég borða oft hádegismat með blöðurinn, þar sem hann var alltaf eitthvað. Herri, ég þarf að fara fund. Hann var bara að fara heima og orða King og Queen. Það var ekkert. En hann var alltaf á leiðin á fund, sko. Já. Þannig að stundum ég svo, sko, hann er með eitt, sko, hann lýgur aldrei hlustundum sem er svo geðveitt prísipjá. Já, Mér finnst það mjög gott. Aldrei. fleiri vinni með það. Arnar Jóhansson var með eina spurningu aðeins fyrir neðan. Væri Arsenal ekki perfekt staður fyrir jæja shithole? Værið til í hann? Þannig að hann djúpa miðjumann Suður Afríku. Hver var það aftur daginn sem hann spurði? Nei, svarið frá mínu, nei. Hver var það aftur? Síðasta föstudag. Þá var hann í smassaða pass. Hvaða leikmenn var hann að tala um? Hann var með Tavernier. Já, hann var með Tavernier. Hann var með Harvey Barnes. Þetta er bara eitthvað lélegasti smassaða passlisti sem ég hef heyrt. Þú varst með smassa á Marcus Rashford. Nei. Jú, ég spurði út í bíla. Ég spurði, myndur þú taka? Spurðum út í bíl, það er trúnaðmála sem að fyrir. Nei, þú veist, myndi ég taka Rashford? Já, kannski, ef við fengum svona 15. Við erum rotation player. En já, það var ófæglegast sem að segja pass og það er hart nei á sitt hól. Þú myndir ekki taka hann á Cheeky 100. Cheeky 100 var það svo. Áttu spjallana á götunni? Í bílnum? Það var það Cheeky 100. Nei. Cheeky 100 milljónir pund. Punta? Já, við ætlum að enda þetta á El Grandi. Þetta er nú ekki alveg El Grandi lagið en það skiptir ekki öllum máli. Maður hafa þetta bara létt og skemmtilegt hérna í lokin. Takka Bullis Media fyrir að framleiða þættina. Hér, góðan daginn, Epic America. Já, verðum á slæginu 10 næst. Þetta var mikil vinna hérna í morgun að koma þessu öllu saman upp. Já. Þannig að vel gert. Verðum áfram í Karlsberg-kastalanum. Já, Karlsberg, það sem allt snýst fótboltan. Var það Máni sem kom með nafnið? Þannig séð, hann eldur sér komið. Já, hann sagði bara að kíkja stolpinn og taka Máni er allavega ekki bara að fá 10 rútur af Karlsberg. Nei, en hver fær það? Já, ég ætla að skoða hverju kom með. Ég held að Svanþór sé líklegur. Einars? Já, hann kom með eldgamli Karlsberg kastaldinn. Já, auðvitað fær Svanni Einars. Já, ég minnst hann líklegur. Við höfum verið oft á Tenerife saman og náð vel saman. Hann var svo savage á þessum stjarnan afturöldingleik sko. Bara, ég hef aldrei séð hann að eins. Já, takk fyrir komuna. Já, takk fyrir komuna og bara mynda viljum beint í andlitið á stjarnumörnum. Takk að þeim fyrir komuna. Herri, förum í þetta allt saman, förum í El Grandi. Spilum hann bara alveg í lokin. Svo ég var að rifja upp þegar ég var að keyra í gær að ég man hvar ég hef verið alltaf þegar opnunarleikur HM hefur verið. Ég get bara rakið sjónum til 86. Ég var að Smárakvarsvelli 86 ára og IK IR og horfði svo á Búlgaríu og Ítalíu kvöldið. Þannig að þessi leikir eru bara algjörlega fastir í hausnum á mér saman hvernig þeir hafa verið og einu leikur sem ég misti af er náttúrulega á lýðveldishátíðinni 17. júní 1994 þar sem ég var fastur með minn í bíl sem var að vera 100 ára í 9 tíma bíltúr á Þingvelli. Sem er önnur saga. Nú, ég sá að Jökull í Kaljó komst hins vegar einhvern veginn á hátíðina. Hafið ekki séð þarna myndslæðið sem hann er að syngja? Er það svo hátíð? Einhvern veginn komst hann þarna. Það er svo hátíð. Já, þú keyrðir bara og keyrðir. Keyrðum bara eitthvað. Og snýrðu svo við. Gerist ekkert og svo keyrðum bara einn. Fórum aldrei á Þingvöll. En gott og vel. Bara lið sem hafa spilað opnunarleik á HM. Þetta er bara mjög þægilegt og kannski fæ ykkur Birkir fitnessþjálfari Þorláks byrjaði að skoða þetta. Ok. Á ég að byrja það? Gjör svo vel. Ég bara, já, þetta verður ekki langt. Jú, Mexiko. Já, Suður-Afríka. Katar. Já. Útökur spiluðu Katar aftur. Veit það. Man það ekki. Herðu, ég fer í Frakkana. Frakkar, já, rétt. Já. Ekvador. Rétt. Rússland. Já. Ég man ekki við hverja það spiluðu. Þýskaland. Já. Argentína. Já, 90 allana. Það var leikurinn frægi. Já. Uruguay.
Úrugvæ. Ég meina, þeir hafa haldið mótið. Rétt. Brasilia. Koma svo. Já. Já. Það gengur betur en ég held. Ítalía. Já, 86. Þú komin með Mexiko, eða ekki? Það ekki. Byrjaði Harry. Bandaríkin. Bandaríkin. Það ekki? Sko, Bandaríkin 1930 var spilaðarleikur Frakka og Ítala og já, ég Sami tími? bara, já, ok, Er þetta þetta er rétt. Þetta lifir. Já. Þetta lifir. Búlgaría? Já, ég sagði það. Já. Æ. Ok. Það myndi gera mig ekstra glaðan ef að Gunni myndi vinna þetta. Já, Það mig myndi líka. gera það ekstra glaðan, já. Herðu, ég fer í... Býttu. Ég fer í Senegal. Það er frábært svar, 2002. Það er ekki Frakkland Senegal? Jú. Já. Shit, þetta kom áttan að mér. Svíþjóð. Svenskana. Svenskana? Hár rétt, 1958 voru Rétt. á heimavalli. Sá leikur í Göteborg kannski. Herðu, hendum okkur bara til Danmörk. Danir. Nei, Danmörk, held ég að sé alveg. nei. Skulum ekki fara að missa þetta rugl. Danmörk er rátt. Já. Að Gunnar Birgisson vann þetta. Hann er á Herðu. þvílíku sigur rönni þessa dagana, vinnur allt sem hann keppir í Já. og lífið leiku við hann. Lensku meistari og svona. Já. Það held ég. Já, og Það heldur það. Nóri Press. The Snapper. geðveitt lag. Já. Já, Ertu ekki með Dai Dai með Sekiru að þinni? nei, kem ekki nála til að Nú, okkur ekki. ég er píkað með þar. Já, sjálfsög. Það var nanúsekund að svara þessu. Já. Maður stendur með honum bara eins og ég hef alltaf staðið með Jennifer Lopez á móti Ben Ben Affleck. Affleck, já, ok. Það er kannski ekki gott teik, en En hvað ertu í hérna öllu þessu Beckham hafari? Ertu bara í mestari David Beckham og... ég er í mest að David Beckham engungu. Og svo er ég Adam 22. Það er minn maður í bardaðan við Lynn the Plug. Nú þetta ekki ekki þekkja neitt. Nei. Ég er nú, hef nú séð searchið hjá AI og hann er nú kannski ekki afsaklaus og hann vil láta liggja. Já, ég skil. Já. Sko, svo kom hún fram og þau eru ennþá saman. Margir búin að slæda inn her DMs á meðan Já. og hún sagði sko að það sem að mesta sjokki var hversu margir sko voru ánægðir að vera skilin sem voru vinir hennar. Þannig að nú veit hún sko hvar fólk stendur. Hver er að tala um? Já, þú ert sniðugur strákur, sniðugur snappari, fertugur rappari. Það reyndar engi rappari. Mikill prakkari. Já, mikill prakkari og allt það. Hakkari. Já, hakkarinn góði. Nú, Dóttarfútból, þakka fyrir sig. Og meiri áttur að fá að gera þetta líka með ykkur hérna á YouTube. Þetta var alla daga klukkan 10 og bara verið sæl og Guð bless ykkur og farið út í góða veðrið. Gleðilega hátíð.